Þá það 4. liður í útsendi dagskrá, ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2015, fyrri umræða, Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á fundi bæjarráðs þann 14. apríl síðastliðinn var ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2015 lagður fram og kynntur af endurskoðendum bæjarins og vísað þaðan til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Líkt og gert ráð fyrir í 18. grein sveitarstjórnarlaga skal ársreikningurinn koma tvisvar til umræðu hér í bæjarstjórn áður en hann staðfestur endanlega. Ég mun hér á eftir fara í helstu stærðir ársreikningsins, en hann líkt og fram kemur í skýrslu og áritum bæjarráðs og bæjarstjórnar gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga sem og auglýsingar stjórnvalda reikningsskil sveitarfélaga. Að sjálfsögðu hægt að tína til ýmsar stærðir í slíkri upptalningu, en ég vona hins vegar að þessi samantekt gefi okkur bæjarfulltrúum sem og öðrum áheyrendum mynd af fjárhagslegri stöðu sveitarfélagsins. Starfsemi sveitarfélagsins skipt upp í 2 hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta teljast sveitasjóður sem aðalsjóður sveitarfélagsins, auk annarra sjóða og stofnana sinna starfsemi sem að hluta eða öllu leyti eru fjármögnuð með skatttekjum, en auk aðalsjóðs að ræða eignar- og gatna, fasteignir Akureyrarbæjar og framkvæmdamiðstöð. Til B-hluta teljast stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki sem að hálfi eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Þau fyrirtæki og stofnanir sem falla undir B-hluta eru Bifreiðastæðasjóður Akureyrar, Byggingasjóður, Náttúrufræðistofnunar Norðurlands, félagslega íbúðir, Framkvæmdasjóður Akureyrar, Gjafasjóður, Öldrunarheimili Akureyrarbæjar, Hafnasamlag Norðurlands, Heilsugæslustöðin á Akureyri, Norðurorka HF, Strætisvagnar Akureyrar og Öldrunarheimili Akureyrarbæjar. En nú að rekstrinum. Rekstur samstæðu Akureyrarbæjar, það samantekið A- og B-hluta, var viðunandi á árinu og varð rekstrarafgangur meiri en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Rekstrartekjur A- og B-hluta voru samtals tæpar 20,7 milljarðar króna árinu 2015 og skiptust þannig að skatttekjur, það að segja útsvar og fasteignaskattur, námu rúmu 9,1 milljarði, framlag jöfnunarsjóðs sveitarfélaga námu tæpum 2,7 milljörðum og þjónustutekjur voru nærri 8,9 milljarðar króna og rekstrartekjur 20,7 milljarðar króna eins og áður sagði. Tekjurnar voru 925 milljónum krónum hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins og 1145 milljónum krónum hærri en árið 2014. Þannig var náttúrulega ætla ég að segja rekstrarafgangur. Nei, rekstrargjöld samstæðanna ég var aðeins ruglast. Rekstrargjöld samstæðanna námu rúmum 19,7 milljónum króna, en þar af voru laun og launatönd gjöld rúmir 12 milljarðar. Annar rekstrarkostnaður 6,3 milljarðar og afskriftir 1350 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármunagjöld því hagstæð 955 milljónir króna. Að teknu tilliti til fjármunatekna og fjármunagjalda og tekjuskatts Norðurorku hún jákvæð tæpar 1122 milljónir króna sem 597 milljónir króna betri afkoma en á árinu 2014 og 1715 milljónum króna betri en áætlun ársins gerði ráð fyrir. Þetta mikla jákvæða frávik frá áætlun má að stórum hluta rekja til fjármagnsliða, en verðbólga var nokkru minni en áætlanir gerðu ráð fyrir, auk þess sem sala Norðurorku á eignarhlut sínum í Þeistareykjum EHF skilaði 950 milljónum króna inn í fjármagnsliði. Eins og fram kom í upphafi máls míns, þá var rekstur samstæðu viðunandi árinu, en hins vegar rekstur A-hluta og þá sérstaklega aðalsjóðs áhyggjefni. Þannig var halli af rekstri A-hluta 469 milljónir króna samanborið 134 milljónir króna á árinu 2014 og halli aðalsjóðs 1186 milljónir króna
hafði aukist 223 milljónir króna frá árinu 2014. Ljóst að slík niðurstaða óviðunandi en miklar kjarasamningsbundnar hækkanir á liðnum árum hafa haft töluverð áhrif á rekstrarniðurstöðuna. Þannig hækkuðu laun og launatengd gjöld hjá A-hluta 1200 milljónir króna eða 14,4% á milli áranna 2014 og 2015. Á sama tíma og skatttekjur hækkuðu 650 milljónir króna. Já, rekstrarniðurstaða A-hluta óviðunandi og í fjármálareglum sveitarfélaga kveðið á jafnvægi í rekstri A-hluta og í ljósi þeirra stöðu sem við erum í var í kjölfar fjárhagsáætlunarvinnu í lok síðasta árs stofnaður aðgerðahópur framtíðarrekstur sveitarfélagsins sem ætlað það hlutverk að leita leiða til að ná jafnvægi í rekstri A-hluta. Vinnu aðgerðahópsins að ljúka þessa dagana og ég bjartsýnn á að okkur takist að ljúka því verkefni sem að hópnum var falið. En að efnahagsreikningi. Fasta fjármunir samstæðunnar voru í árslok 36 milljarðar og hafði aukist 300 milljónir króna frá fyrra ári. Veltufjármunir jukust hins vegar tæpa 2,1 milljarð króna og þar af jókst handbært fé 1700 milljónir króna sem skýrist af sölu Norðurorku á hlut sínum í Þeistareykjum EHF en uppgjör á viðskiptum þessum fór fram skömmu fyrir áramót. Langtímaskuldir og skuldbindingar voru 19,7 milljarðar króna og skammtímaskuldir 3,7 milljarðar og skuldir því samtals 23,4 milljarðar króna og jukust 800 milljónir króna frá fyrra ári en þar var hækkun vegna lífeyrisskuldbindinga 400 milljónir króna en lífeyrisskuldbindingar voru rúma 2,4 milljarðar króna í árslok 2015. Eigið fé samstæðuna var í árslok 18,3 milljarðar. Ef við kíkjum á nokkrar lykiltölur tengdar efnahagsreikningi þá sjáum við að veltufjárhlutfall samstæðunnar 1,58, eiginfjárhlutfall 44% og skuldahlutfall samkvæmt reglum fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga 94% og hefur lækkað úr 105% frá árinu 2014 sem verður að teljast nokkuð gott en eins og margoft hefur komið fram þá hámark skuldaviðmið samkvæmt reglum eftirlitsnefnda rekstur sveitarfélaga 150%. Þegar kemur að yfirlitun sjóðstreymi þá þarf ég sjálfsagt ekki að hafa það mörg orð, góðir bæjarfulltrúar, að ég hef í máli mínu hér í ræðustól lagt mikla áherslu á veltufé frá rekstri sem ég tel mikilvægustu kennitölu í rekstri sveitarfélaga. Sú tala gefur best til kynna getu sveitarfélagsins til framkvæmda og greiðslu langtíma lána. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar var jákvæð 1122 milljónir króna eins og áður segir en samkvæmt yfirlitum sjóðstreymi nam veltufé á rekstri 269 milljónir króna. Hlutfall veltufé frá rekstri af tekjum þannig tæplega 11% sem telja verður nokkuð gott. Ég hef hins vegar í umræðum veltufé frá rekstri gjarnan vilja horfa til reksturs A-hluta en það rekstur sem við kjörnir fulltrúar getum haft meiri áhrif með ákvörðunum okkar. Ég hef talað fyrir því að mikilvægt sé að hlutfall veltufé frá rekstri sé að lágmarki 7,5% af tekjum sem talið mikilvægt viðmið til að viðhalda sterkum og öflugum rekstri sveitarfélagsins sem staðið getur undir eðlilegum framkvæmdum og staðið við lánaskuldbindingar. Því miður það svo að við erum nokkuð langt frá þessu takmarki okkar en hlutfall þetta var 4,5% árinu 2015 og hefur ekki verið lægra. Þetta skýrt dæmi þess að rekstur A-hluta ekki sjálfbær með svona áframhaldi og þeim mikilvægara að við náum árangri í þeirri vinnu sem aðgerðahópur framtíðarrekstur í þessa dagana. En eitt af þeim markmiðum sem að var stefnt var að ná að koma veltufjárhlutfallinu upp í 7,5%. Eins og áður sagði, þá var veltufjárrekstri tæpir 2,3 milljarðar hjá samstæðunni. Fjárfestingarhreyfingar voru netto aðeins 498 milljónir króna og munar það sérstaklega sölu á Þeistareykjum. Fjármögnunarhreyfingar voru neikvæðar tæpar 290 milljónir sem þýðir að í heild var greitt niður á lánum og hækkun varð á handbæru fé upp á tæpar 1700 milljónir króna. En handbært fé var í árslok 3,7 milljarðar króna. Veltufjárhlutfall samstæðuna var 1,58 í árslok en veltufjárhlutfall A-hlutans var 1,08. Eins og hér hefur komið fram þá var rekstur viðunandi í heild hjá Akureyrarbæ á árinu 2015 og var rekstrarniðurstaða samstæðunnar 1122 milljónir króna langt umfram áætlanir.
Munar þar mestu áhrif Norðurorku sem skilaði mjög jákvæðri niðurstöðu en bæði var að almennur rekstur Norðurorku var umfram áætlanir auk þess sem áhrif af sölu Þeistareykja til Landsvirkjunar sem skiluðu 950 milljónir króna inn í reksturinn en heildarhagnaður Norðurorku var 1590 milljónir króna á árinu 2015. Þessi söluhagnaður sem og traustur rekstur félagsins afar jákvæður í ljósi þeirra framkvæmda sem fyrirtæki stendur frammi fyrir á komandi árum bæði fráveitu og hitaveitu framkvæmdum. Þá heldur rekstur Hafnasamlags Norðurlands áfram að vaxa og skilaði 159 milljónir króna hagnaði samanborið 110 milljónir króna hagnaði árinu 2014 og ekki sem bendi til annars en að áframhald verði á öflugur rekstri þess á komandi árum. Rekstur öldrunarheimilanna hins vegar mikið áhyggjuefni og var tap af rekstri þeirra 323 milljónir króna árinu 2015. Ljóst að framlag ríkisins til rekstrar dugir engan veginn til að halda uppi eðlilegum rekstri heimilanna. Viðræður hafa átt sér stað í heilbrigðisráðherra reksturinn sem hafa lítinn árangur borið. Hins vegar kom nýlega tillaga frá ríkinu hækkun daggjalda og í ljósi þess hefur bæjarráð falið bæjarstjóra að kalla eftir viðræðum við ráðherra. Náist ekki viðunandi niðurstaða í þeim viðræðum það mat mitt að sveitarfélagið eigi engra aðra kosti en að skila starfseminni til ríkisins. Ég sagði í ræðu minni hér fyrir ári að þó vorið væri komið þá væri ljóst að mikla launahækkanir hefðu áhrif á reksturinn og við þyrftum klárlega að takast á við allnokkuð vorret. Að mínu mati erum við svolítið stödd í miðju vorreti, ekki bara því sem geisað hefur hér síðustu daga úti, heldur í rekstri bæjarins. Við höfum hins vegar eins og fram hefur komið lagt mikla vinnu í aðgerðahópnum í góðu samstarfi við starfsmenn bæjarins í að ná aftur jafnvægi í rekstri sveitarfélagsins og ég bjartsýnn á að með sameiginlegu átaki mun okkur takast að komast í gegnum það og framundan séu bjartar sumarnætur í rekstri sveitarfélagsins. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil í lokin þakka stjórnendum og starfsmönnum Akureyrarbæjar fyrir gott samstarf á árinu 2015. Það hefur reynt verulega á alla starfsemi okkar á undanförnum árum og mun gera það áfram. Ég vil sérstaklega þakka fjármálastjóra Dan Brynjarsyni fyrir traust og gott samstarf og með sama hætti vil ég þakka endurskoðendur bæjarins Aðalsteini Sigurðssyni og Hólmgrími Bjarnasyni og starfsfólki hans hjá Deloitte fyrir þeirra vinnu við frágang reikningsins og mjög gott samstarf á liðnu ári. Síðast en ekki síst vil ég svo þakka ykkur bæjarfulltrúum gott og ánægjulegt samstarf þar sem af kjörtímabili. Að lokum legg ég til að ársreikningur verði vísað til bæjarráðs og síðar umræðu í bæjarstjórn að loknum umræðum hér á fundinum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú rekstrarniðurstaða bæjarins jákvæð. Af hverju þá verið að skera niður? Þetta spurning sem ég fæ þessa dagana frá bæjarbúum og starfsmönnum. Þó rekstrarniðurstaða á samstöðu bæjarins sé í plús, þá svo langt því frá að reksturinn sé í góðu lagi. Því það skiptir okkur afar miklu máli að aðalsjóðurinn sé í lagi og það aðalsjóðurinn sem við verðum að vinna í að verði sjálfbær. Árið 2015 þá var aðalsjóður í tapi upp á 469 milljónir. Hefði orðið 669 milljónir króna halli, hefði ekki komið til eingreiðslu frá jöfnunarsjóði upp á 200 milljónir, en ástæðan fyrir þeirri greiðslu að farið var að greiða á rekstrargrunni í stað þess að greiða á greiðslugrunni, sem gerir það verkum að Akureyrarbær fékk 13. mánuðinn greiddan, sem munar heldur betur þegar staðan á aðalsjóði svona slæm. En eins og ég sagði þá hefði þetta eingreiðsla og ekki eitthvað sem við komum til þess að bæta úr rekstrinum með neinu hætti til framtíðar. Við sjálfstæðismenn í bæjarstjórn samþykktum fjárhagsáætlun 2015 á þeim forsendum að strax í upphafi ársins 2015 yrði farið í gagngera greiningavinnu, upplýsingasöfnun og aðhald í rekstri þar sem fyrir lá að launahækkanir yrðu bænum mikill kostnaðarauki. Þannig gæfist tími til að safna lýsandi gögnum rekstur og starfsemi Akureyrarbæjar sem gæfi greinagóða mynd af stöðunni. Við töldum þetta nauðsynlegt til að geta tekið upplýstar ákvarðanir í tengslum við fjárhagsáætlanagerð 2016. Því miður var þetta ekki gert. Staðan eins og hún núna fáheyrð í sögu Akureyrarbæjar og verður því miður
ekki eingöngu rakin til launahækkana þó þær séu miklar. Það var lítið sem ekkert aðhald í rekstri árinu 2015 og það hefur bein áhrif til hækkunar á rekstri á árinu 2016. Það var fyrst síðastlið haust sem meirihlutann ákvað að fara að gera eitthvað í málunum. Þá var ákveðið að fara í úttekt á öldrunarheimilunum sem ég tel vel. Úr því kom að við værum að fá of lág daggjöld en það væri einnig þörf fyrir tiltekt hjá okkur í rekstrinum. Í haust var einnig ákveðið að fara í stjórnsýslu úttekt sem átti að vinnast á 2 til 3 mánuðum. Áður en ákveðið var að fara í það úttekt spurði ég hér á fundi með bæjarfulltrúum og ráðgjafa úttektarinnar hvort það væri ekki skynsamlegast að fara fyrst í rekstrarúttekt eða þá allavega samhliða. Það var ákveðið að það væri ekki þörf á því og því ráðist í stjórnsýslu úttektina. Svo kom á daginn í desember að skynsamlegast væri að fresta vinnu stjórnsýslu úttektarinnar og fara í rekstrarúttektina á undan eða samhliða. Ég er ennþá ekki búin að ná upp í aðferðafræðina við hagræðinguna. Ákveðið var á meirihlutanum að allar óskir frá nefndum ætti að fara inn í fjárhagsáætlun árið 2016 og síðan átti að fara í samvinnu fyrir það hvernig ætti að skera niður. Ég bara skil ekki þessi vinnubrögð. Þetta í mínum huga eins og fara með barn í dótabúð fyrir jólin, gera jólagjafalista með barninu en síðan á jólunum fær barnið gjafabréf fyrir öllum gjafalistanum en með þeim fyrirvara að næsta ár myndum við fara yfir með barninu og ræða hvort það fái allt sem á listanum eða ekki. Auðvitað ég ekki á móti samvinnu og ég tel að samvinna og samtal sé besta leiðin til árangurs og nýti mér það óspart sjálf í mínu starfi. En boðskapurinn minn að það hefði verið betra að hafa minna á gjafalistanum og frekar komið afmælisgjafir og sumargjafirna á árinu eftir ef peningur væri til. Ég finn fyrir óánægju meðal starfsmanna eins og staðan er orðið núna. Ég fengi bréf og símtöl frá starfsfólki sem finnst þessi óvissa, óþægileg og vill fá svör. Mér langar með leyfi forseta að vísa í bréf sem við bæjarfulltrúa fengum og er reyndar komið opinberlega á netið. Það hljóðar svo, byrjunin. Nú er svo komið að ekki er hægt að þegja þunnu hljóði lengur. Eftir að fjárhagsúthlutun var gefin út til skólastjórnenda grunnskóla Akureyrarbæjar í síðustu viku er komin upp svo stað að ekki er lengur við unað. Ef miða skal við fjárframlög til grunnskóla bæjarins árið skóla árið 2016-17 sjáum við ekki fram á að hægt sé að sinna hefðbundnu skólastarfi. Án þess að það komi niður á gæðum. Af því vorum að tala skort á upplýsingaflæði þá langar mig bara að fá upplýsingar hvað er verið að vísa í hér. Hefur eitthvað verið samþykkt breytingu á fjárhagsúthlutun? Ég gat ekki fundið neingögn þess efnis á fundagáttinni. Ef þetta er byggt á sögnum, hvernig eru þær komnar til? Er eitthvað að fara frá skóladeild sem hefur ekki farið í gegnum nefndina? Ég er óskapar eftir svörum af því þetta er líka komið á netið hvernig við bæjarfulltrúar eigum að svara þessu. Og þannig að mig langar að gefa formanni skólanefndar tækifæri á til að útskýra málið því hugsanlega á þetta allt sínar eðlilegu útskýringar. En þá finnst mér bara vert að það komi fram. En eins og mér skilst að hagræðingin sé unnin, ég tek það fram að ég er ekki í þessum hagræðingarhópi, en eins og mér skilst að hún sé unnin og það sem ég fengi á tilfinningu í þeim nefndum sem ég hef setið í, að þá er allt undir í einu. Ég tel það seint til árangurs. Ég hefði tekið í skrefum svo hægt var að koma einhverju til framkvæmda strax. Ég hefði talið réttast að ráðast í að greina vel mönnunna og yfirvinnu, skoða hvort væri hægt að breyta vaktafyrirkomulagi til þess að minnka yfirvinnu, nýta mannskap meira þvert á deildir og hvort væri hægt að nýta upplýsingatæknina til þess að draga úr mönnun. Annars mér fannst afar sérstakt að þegar að farið var að stað í þessa vinnu, þá virtist enginn vera búin að gera sér grein fyrir þeirri stöðugilda aukningu sem hefur orðið og er áætluð á þessu ári. Það var fyrir tilstilli bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar að þær upplýsingar komu fram, eftir að hann lá yfir gögnum og greindi stöðuna.
Það segir mig líka að þær upplýsingar sem við erum að nota í fjárhagsáætlanagerðinni sé ekki nægilega lýsandi. Í gær fekk ég þær upplýsingar aðgerðahópurinn sem átti að vera búin að skila sér tillögu núna miðjan apríl myndi ekki skila neinu frá sér fyrr en eftir mánuð. Þá sumarið alltaf því komið og kannski ekki tími vænlegur til mikilla breytinga. Ég orðin hrædd að árið verði liðið áður við séum að fara að sjá nein áhrif hagræðinga. Enn meiri seinkun hún niðurstöðu á stjórnsýsluúttektinni og niðurstaða líklega ekki að vænta fyrr en í ágúst. En aftur í ásetningin. Veltufjárhlutfallið í sögulegu lágmarki eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á. En markmiðið að það sé ekki lægra en 7,6% en í dag 4,5%. Reykjavíkurborg, eins og við vitum, hefur líka verið í fjárhagserfiðleikum og með sinn fjárhagsvanda, en samt með hærra veltufjárhlutfall heldur en við. Ég tel að þetta sé ávísun á vandræði ef við förum ekki að spýta í lófana. Veltufé úr aðalsjóði hefur farið sílækkandi frá því að Sjálfstæðisflokkurinn fór frá völdum. Samtals yfir 10 ára tímabil hefur veltufé í aðalsjóðum minnkað rúmlega 2 milljarða og þar af milljarð árið 2015. Það eru nokkur atriði sem koma því við að heildarsamstæðan að koma út í plús. Stærsta ástæðan ákvörðun sem Sjálfstæðisflokkurinn tók árið 1999 vegna skuldabréfa í Þeistareykjum sem Landsvirkjun var að greiða út núna rétt fyrir áramót og skilu okkur 951 milljón í söluhagnað. Fleira fellur til, gengishagnaður, lítil verðbólga og eingreiðslan og jöfnunarsjóði. Ég gerir ráð fyrir að tölumaðurinn og bæjarfulltrúinn Njáll Trausti muni fara ítarlega þetta á eftir. En það eru því að mínum mati ekki vinnubrögð meirihlutans sem að skila bæjarsjóðnum í plús. En ég segi bara, verkefni framundan ærið. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta slagaði upp í kosningaræðu og mig langar nú bara að kalla eftir svörum frá bæjarfulltrúa Evu. Hvaða ár voru það sem Sjálfstæðisflokkurinn satt í hreinu meirihluta hérna í bæjarstjórn? Hún talaði eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefði einn getað staðið að almennilegu rekstri hérna í bænum. Væntanlega hefur hann þá gert það í samvinnu við einhverja aðra. Bæjarfulltrúinn skilur ekki af hverju við fórum þessa leið og dregur upp nokkuð skemmtilega mynd, dæmisögu barn, fjölskyldu og jólainnköp. Ég man ekki betur en í bæjarráði hefði verið ágætur samhljómur það að fara þessa leið. Nefnilega þá að í staðinn fyrir að kasta hagræðingarkröfunni með stuttum fyrirvarinn í nefndirnar og eiga það á hættu að menn færu í einhverju óðagoti að skera óvarlega niður og skerða og eyðileggja þjónustu sem kannski búið að taka mörg ár eða áratugi að byggja upp, þá myndum við leita samvinnu allra bæjarstjórnarflokka, stjórnenda, embættismanna og starfsmanna við þessa vinnu. Við boðuðum til stofnunar rekstrarhóps þar sem að meirihlutinn bauð öllum flokkum jafna aðkomu að, þannig inn í þessum rekstrarhópi sitja 6 einstaklingar, 3 frá meirihluta og 3 frá minnihluta. Við töldum að með þeirri leið væri miklu meiri möguleikar á því að hægt var að skapa sátt, minnka tortryggni og auka líkurnar á því að menn gætu komist að sameiginlegu lausnum. Við erum ekki blábjánar og gerum okkur alveg vel grein fyrir því að þegar svona árar og menn þurfa að grípa til aðgerða eins og hugsanlega þarf að grípa til, þá minnka líkur okkar á því að við náum góðri kosningu næstu kosningu. Það verður þó bara að hafa það og það taka aðri við. Og það var meðal annars þess vegna sem við ákváðum að hleypa þeim sem hugsanlega munu mynda nýja meirihluta að borðinu
Það heita ný stjórnmál og það allt í lagi að Sjálfstæðisflokkurinn þá temji sér þau líka. Hvað varðar þetta bréf sem bæjarfulltrúi Eva vitnar í, þá það bara því miður á talsverðum misskilningi byggt. En hún hlýtur líka að skilja að það erfitt fyrir bæjarfulltrúa eða skóladeild að fara að munnhögnast við einstaklinga í blöðunum. Þessir einstaklingar hafi hins vegar átt samtal við skólastjóra og átta sig þó væntanlega á því núna að þetta einhver misskilningur. Af því alveg eins og bæjarfulltrúi Eva nefndi, þá ekki neinar breytingar eða áform tekin gildi að ræða neina breyta fjárhagsúthlutun eða hvernig sem þetta var nú orðað. Það liggja fyrir hugmyndir sem ég get ekki nefnt hérna og þið virðið það væntanlega og vitið hvers vegna þess að rekstrarhópurinn ekki búinn að skila sinni niðurstöðu. Það liggja fyrir hugmyndir aðgerðir 2016 sem búið að kynna fyrir skólastjórum og fleirum. Við höfðum það markmiði í skóladeildinni að forðast aðgerðir sem myndu skerða þjónustu barna. B. Forðast aðgerðir sem myndu leiða til ónauðsynlegra uppsagna eða uppsagna yfirleitt. Og mér sýnist að okkur sé að takast það með samvinnu og samþykki allra flokka. Við munum á næstunni formlega afgreiða þetta frá skólanefnd inn í rekstrarhópinn sem mun þá væntanlega taka afstöðu til þess og vísa því til bæjarráðs eins og lög gerir ráð fyrir. En ég get fullvissað bæjarfulltrúa Evu það að það mun ekki bitna á gæðum skólastarfs á Akureyri þessar aðgerðir 2016. Ég geri mér hins vegar grein fyrir því að það ekki sjálfgefið að svo verði vegna þess að býsna þröngt hefur stakkurinn verið skorinn í skólamálunum eins og annar staðar. Og þar hafa líka komið að verki fulltrúar væntanlega frá Sjálfstæðisflokknum eins og annarra flokka. Og það ekki sjálfgefið að starfsmenn bæjarins geti endalaust reyrt skyrtuna þrengra en orðið er. En ég held að flestir skilji stöðuna sem við stöndum frammi fyrir. Og mér heyrist þá samtölum að starfsmenn bæjarins, stjórnendur og embættismenn séu tilbúin til þess að vinna þessa vinnu með okkur á þennan hátt, endur hún miklu líklegri til þess að vera sársaukalaus, sársaukalitil, að minnstakosti mýkri heldur en sú aðferð sem að Eva hefði líklega lagt þá til ef hún hefði sittið í bæjarráði. Ég hef líka fengið samtöl og ég hef líka fengið bréf. Og ég óttast að bréfið sem að Eva vísar séu sagan hænuna sem að varð til úr fjöðrum. Og ég hef ekki hugmynd hvort að einhverjir gangi út af nefndarfundum og segi frá því sem þar fer fram. Ég hef enga ástæðu til að ætla það. En það auðvitað þannig að þegar að fólki berst til eyrna að það sé verið að skoða rekstur, þá mun það fara að velta fyrir sér hvað gæti verið undir. Gleymum því ekki líka að hluti af þessari vinnu fór fram í opnum vinnufundi með starfsmönnum bæjarins. Þannig að það ekkert ólíklegt að fólk tali saman á vinnustöðum og ekki ætla ég að áfellast það. Fólk eðlilega áhyggjufullt og það hefur bara fullt leyfi til þess. En ég get að minnstakosti fullvissa fólk það að við erum að gera eins vel og við getum, við erum að gera það eins mjúklega og það í rauninni ekkert annað en populismi að standa hérna og halda því fram að Sjálfstæðisflokkur Íslands sé eini flokkurinn sem kann að reka hlutina. Sagan segir okkur bara töluvert annað heldur en það. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það sjálfu sér kannski engin ástæða til að vera endurtaka það sem að bæjarfulltrúi Eva Hrund fór hér yfir áðan og var bara mjög skilmerkilegt og vel framsett. Við raun að veru kjarni málsins. Staðan nefnilega svo að það ekkert nýtt að við stöndum frammi fyrir þessum vanda sem við erum í dag með aðalsjóð. Eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á, þá aðalsjóðurinn kannski sá hluti rekstursins sem bæjarfulltrúar geta haft áhrif á með ákvörðunum sínum og samþykktum. Þess vegna hlýtur aðalsjóðurinn að vera ábyrgð bæjarfulltrúa og þeirra sem samþykkja þá fjárhagsáætlun og fjárútlát sem að fara út úr aðalsjóði. Við tókum hérna saman aðeins til glöggvunar stöðuna á aðalsjóði, þar að segja veltufé frá rekstri, svona rétt til að sýna hvernig hlutirnir að ganga fyrir sig, vegna þess að þegar veltufé frá rekstri neikvætt þá halli á rekstri aðalsjóðs. Og þegar að þetta dregið fram þá sjáum við það að eftir 2010 þá hefur raun og veru verið uppsafnaður vandi á hverju ári á aðalsjóði. Hér hefur að vísu árið 2013 höfum við tekið út söluna á fráveitunni til þess að rugla ekki þá mynd vegna þess að þar voru að færa fjármunir einu Asiana. En það má svo sem alveg gera það líka. En það sem að þessi mynd kannski sýnir fyrst og fremst það að vandinn hefur vaxið verulega mikið á árunum 2014 til 2015. Og hann stefnir í að verða mikill áfram ef við horfum til þess að tökum þá hagræðingarkröfuna sem var sett inn í 3 ára áætlun út, vegna þess að það gert ráð fyrir því að þessi búið að ná 500 milljónir króna hagræðingu 2017, 400 2018 og 300 milljóna króna hagræðingu 2019. Og allt í góðu með það, ef við náum því, til ég að fletta við þér, þá sjáum við það að myndin lagast aðeins, en þá þurfum við líka að hafa tryggingu fyrir því að við náum þessu. Og þetta raun og veru bara þá staðan eins og hún horfir við í þessari 3 ára áætlun núna, við stefnum áfram í hallarekstur að öllu óbreyttu. Og það alveg hárrétt sem að bæjarfulltrúi Eva Hrund kom hérna inn á áðan. Við erum búin að reyna að ræða það margoft hérna í þessari bæjarstjórn og í bæjarráði að það þurfa að taka til hendi og það miklu fyrr. Það alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Loga. Það kom upp hérna umræða í bæjarráði það hvort það væri ástæða til þess að fara í niðurskurðarvinnu hér í lok ársins 2015 og setja þá út einhvern flata niðurskurð á alla málaflokka. Það var líka komið á lokum árs og þótti nú ekki beint mjög gáfulegt þá. Hins vegar var búið að benda á það margoft þetta ár. Ég var búinn að senda í tölvupósti upplýsingar stöðugildaaukningu til dæmis á árinu 2015 inn í áætlun 2016 var ekkert gert með það. Þess vegna stefnum við í þetta árinu í ár og þurfum að fara í þessar aðgerðir núna. Það var líka búið að benda á það í vinnunni við fjárhagsáætlun 2015 að það væri fjölgun stöðugilda inn í þeirri áætlun. Hvað svo sem tautar raular? Nei, það skildi ekki skoða því. Og ef við skoðum aðeins ástæðunar á bakvið þetta, til ég að fletta við þér, þá þetta nú bara samantekið úr gögnum sem að liggja fyrir stöðugilda aukninguna og breyting á stöðugildum á þessum deildum eins og þetta kemur fyrir í fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar. Þá sjáum við það að frá árinu 2014 til 2015 þá í heildina verið að fjölga þarna 17 stöðugildi, 72 á milli 15 og 16. Bara svona rétt til að draga fram þessar myndir. Ef við förum að velta því fyrir okkur af hverju sé halli þá á fjárhagsáætlun 2016, af hverju hallin svona mikill á árinu 2015, þá það að hluta til alveg hárrétt að það komi inn gríðarlega launahækkanir og það afturvirkar sem höfðu áhrif. En af hverju ósköpunum það þannig að Akureyrarbær í sömu stöðu hvað þetta varðar og Reykjavíkurborg?
Hvernig stendur á því þegar við erum að horfa á það að mörg önnur sveitarfélög hafa náð að vinna úr sínum málum? Þetta er bara spurning sem við hljótum að spyrja okkur að og kalla eftir svörum við. Það er líka alveg hárrétt hjá Loga Má að við höfum tekið þátt í þessum vinnuhópi, aðgerðahópi sem kallaður er, en þar í raun og veru hefur ekki verið rætt neinar aðgerðir enn, ekki neinar. Það hefur ekkert verið rætt aðgerðir þar enn, það hefur ekkert verið samþykkt þar, það hefur ekki verið samþykkt neitt í bæjarráði, það hefur ekkert verið samþykkt í sjálfu sér í bæjarstjórn og þess vegna kemur þetta eins og bæjarfulltrúi Eva er bent á, mér spánst fyrir sjónir þegar farnar að berast yfirlýsingar frá ákveðnum stofnunum það að það eigi að skera svo mikið niður. Ekki er það frá mér komið, ekki er það frá öðrum komið í þessum hópi, ég hef enga trú á því. Einhvers staðar hefur á sér stað umræða þessa hluti sem að fer út og síðan eru menn að velta því fyrir sig, já, er búið semst að taka ákvörðun það að fara í hennar niðurskurð með þessum hætti eða hinum hættin. Það er bara ekki svo, ég get bara fullyrt það, eða allavega veit ég ekki að því. Það geta einhverja leiðrétt mig ef að það er ekki. En staðreyndin er svo að við erum í mjög slæmum málum hvað reksturinn varðar og ég ætla bara að fullyrða það og taka undir orð bæjarfulltrúa Evu hérna, aðhaldsleysið og það að afla sér ekki upplýsinga ákveðna grunna í rekstrinum er megin ástæða þess að við erum stödd þar sem við erum núna. Það er ekkert flókið mál og þetta er bara mjög mikið áhyggjuefni og ég ætla bara að fullyrða það þó að það sé fullyrt hér að svo sé ekki að ef á okkur hefði verið hlustað þennan tíma sem við setjum hérna í bæjarstjórn þá værum við bara ekki í þessari stöðu sem við erum í dag. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er lokið máli sinni. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð að segja það að vissulega eru staðan ekki góð en það er þó verið að vinna í þessu og er til dæmis mikil sátt það hvernig á að fara að því, hélt ég. En ég verð að segja það, sko, ég hef bara aldrei upplifað aðra en sjálfsögum gleði á ævi minni, sko. Þú veist, ég velti fyrir mér, til orð sem heitir auðmýkt eða eitthvað, þú veist, það er bara, ef við hefðum gert þetta, þá væri þetta allt fullkomið. Þú veist, stór hluti af þessu er náttúrulega bara það sem þið voru að gera hérna á milli 2000 og 2008, sko. Þannig að það sé halli og það er tekið út og inn það sem fólki dettur í og finnst, nei, við ætlum ekki að hafa 2013, við ætlum ekki að hafa þetta er millifærsla hérna á milli deilda, sko. Þú veist, þetta er bara sjálfsögungleði og ekkert annað. Og þetta er mjög miður, af því ég ímynda með að þið verið að ná hreinu meirihluta næstu kosningu svo þið fáið að vera með í meirihluta. Af því það fer enginn í samstarf með fólki sem tala bara sig og sjálfan sig og ekkert annað. Og það er greinilega það sem þið stefnið á, en ég held að verði því miður ekki þannig fyrir ykkur. Og sem betur við þannig fyrir bæjarbúa. En aðalatriðið er það að það er verið að vinna í málunum og þetta er ekki síðasta meirihluta að kenna, þetta er ekki þessu meirihluta að kenna, það eru hluti sem verður að takast á við. Kerfið hefur vaxið og þanist út og það hefur ekkert gerst á síðustu 12 mánuðum eða 24 mánuðum. Það að kostnaði við reksturinn sé þetta mikill. Og mér finnst mjög miður þegar fólk tala svona að það sé bara við og við og við. Vegna þess að við höfum verið að vinna þetta saman að öllu leyti. Ef fólk segir þið hlustið ekkert á okkur, það er bara kjaftaði. Afsakið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og tekur við stjórn fundarins. Gjörðu svo vel. Orðið er laust. Sóli Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
ætla bara að gefa hérna eitt lofur og það er það að mín ræða mun ekki hafa jafn mikið skemmtaragildi og ræðina sem hafa verið hérna fluttar. Og mér finnst erfitt að tala þetta akkurat núna. Mér finnst það erfitt vegna þess að ég sitt í aðgerðarhópnum og sem að var áætlað að myndi vera búin að skila á þessum tímapunkti sínum tillögum en hefur verið frestað eins og hér hefur komið fram. Þannig að og ég auðvitað gekkst fullkomlega inn á að það væri fín leið. Ég ætla nú samt að segja að gagnrýni bæjarfulltrúar yfirhundar er fullkomlega, bæjarfulltrúin er fullkomlega samkvæm sjálfri sér vegna þess að hún hefur verið mjög dugleg að kalla eftir því að við förum snemma af stað, að við förum fyrr á stað, að við svona brettum upp ermarnar í þessu máli. Og það verður bara að segjast að hún má nú eiga það. Og eins bæjarfulltrúi Gunnar hefur verið duglegur að kalla eftir gögnum og kalla eftir því sérstaklega inn í bæjarráðið því að hann situr þar, að kalla eftir því að við fáum gögn og upplýsingar í læsilegu samhengi. Af því að það er ekki þannig að maður get ekki fundið gögnin, þetta er svolítið meira spurning um tíma að hafa tíma til að setja þau í læsilegt samhengi, af því að það er auðvitað mikilvægast, það er að sjá þróunina og vita hvert við erum að stefna. Þannig að ég tek undir þá gagnrýni og ekkert erfitt með það. En ég er bara ennþá langar mig til að trúa því að þetta hafi verið rétta leiðin sem var farin með að stofna þennan aðgerðahóp, því ég var auðvitað alveg fullkomlega sammála því að hér átti ekki að fara í fjárhagsáætlanagerð sem að fór ekki snemma á stað og fara í eitthvað svona óúthugsaðan niðurskurð. Ég er fullkomlega sammála því. Þannig á maður ekki að gera. Maður á að þegar vandinn er orðin svona mikill og ég ætla nú bara alls ekki að fara að taka neina afstöðu til þess hverju mann er að kenna. Og en hér varðu auðvitað hrun, eins og stundum er sagt, að og já, Logi ég bara tek enga afstöðu í því, ég held að það sé bara mjög margir samverkandi þættir. Til að mynda vil ég nú kannski benda á og velta upp að hugsanlega hafi hér verið offjárfest í aðdraganda hrunsins og síðustu 15 árin. Og það er kannski það sem að mig langar mest til þess að bara heyra frá meirihlutanum. Það er þetta, hvað er vandamál? Ég heyri formann bæjarráðs standa hérna og tala launahækkanir og aukin útgjöld í launum. Og nú vil ég bara heyra, er það í ykkar augum eina rekstrar vandamál bæjarins? Eða hvað? Ég vil bara heyra aðeins betur með þetta. Og eins og hefur nú verið sagt oftar en einu sinni hér í dag, það er verið að vinna í þessu og eins og bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson kom inn á, það er mikil sátt aðferðina. Ég ætla bara að segja að ég sit í þessum aðgerðarhóp og ég hef mætt á hvern einasta fund. Aðferðin í sjálfu sér eins og ég sagði áðan, hugmyndina bak við stofnun hópsins er bara mjög góð, en ég átta mig ekki á aðferðafræðin sem er virkilega verið, mér finnst ekki verið neina aðferðafræði í gangi, en ég ætla nú samt ekki að tjá mig neitt sérstaklega um það fyrir bara þessi hópur er búinn að skila og býð bara ennþá með von í hjarta að koma eitthvað gott út því. En nú vil ég bara heyra frá meirihlutanum, hvert er að ykkar mati vandamálið í rekstri bæjarins? Eða vandamálin, af því að þau hljóta nú kannski vera fleiri en eitt. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir, ef lokið máli sinni næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég held að sé gott að koma upp áður að svona strax þannig að gleymi ekki neinu, þetta er svo skemmtilega umræður. Ég ætla aðeins að byrja á bæjarfulltrúa Evu og tek undir með bæjarfulltrúa Matthíasi að sjálfugleði sjálfstæðismanna getur nú stundu farið út í öfgar. Það verður bara að segjast eins og er. Það er alveg rétt hjá Evu að veltufé frá rekstri, hún hafi talað um það. Já, hún talaði bara almennt um reksturinn, rétt hjá Evu að veltufé frá rekstri var almennt betra hér á árunum 2002 til 2008, til 2010 á meðan að sjálfstæðisflokkurinn var í völd, það er rétt. Það var bara almennt hjá sveitarfélögum í landinu.
Þetta hefur bara breyst verulega. Þannig að þetta nú kannski ekki bara Sjálfstæðisflokknum og ég kannski, má það kannski segja það að seinna kjörtímabili sem Sjálfstæðisflokkur var við völd þarna, þá var annar flokkur með og ég tala nú ekki á fyrir kjörtímabili, þá vorum við Framsóknarmenn með og ef við ættum að fara út í einhvern svona sjálfumgleði þá getum við sagt, já, og það var nú á þessu árum, þá náðum við algjöru met í veltufjárrekstri. Hvers konar, svona er þetta bara ekki. Þetta er ekki þannig, þetta er bara mál sem við erum að takast á í sameiningu rekstur Akureyrarbæjar og ég hef áhyggjur af því, alveg svo bæjarfulltrúi Eva, af því að veltufjárrekstri er í sögulegu lágmarki. Það er 4,5% núna og þar af hefur þetta, ég vil náttúrulega meina að það séu margir samverkandi þættir í því. Bæjarfulltrúi Eva endaðildist mál sitt á því að hún sagði bara Guð sé lof fyrir, hún orðaði ekki þannig en hún talaði Guð sé lof fyrir Sjálfstæðisflokkinn, að hann hefði verið við völd hér á sínum árum. Hún orðaði ekki svoleiðis en ég skrifaði það hérna á blaði hjá mér, Guð sé lof fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég bendin á það að skuldir per íbúa á árinu 2009, síðasta heila árið sem að Sjálfstæðisflokkur var við völd, þá voru skuldir per íbúa á nú, eða sett verðlagi dagsins í dag, 1.033.000. Samkvæmt ársreikningi núna 2015 var þessi tala 855.000. Þannig að staðan, skuldastaða bæjarins hefur batnað per íbúa, bara sem dæmi. Þannig að fólk sé aðeins líka meðvitað það. Skuldastaðan hjá okkur núna er 90%, hún hefur ekki verið lægri. Þannig að bara svo því sé til haldið haga, það hefur í rauninni líka ýmislegt jákvætt gerst og jafnvel gerðist á síðustu 4 árum án þess að Sjálfstæðisflokkur er í meirihluta. Bara svo að því sé haldið til haga. Þannig að það er ekki bara eitt flokkur sem skiptir máli í þessu, þannig svo annað í þessari umræðu, við verðum að passa okkur að rugla ekki saman A-hluta og aðalsjóð. Það er málið. Ég minnir að bæjarfulltrúi Eva hafi talað hérna upphæfi aðalsjóðin og farið síðan að tala tölur í A-hlutanum. Ég hef alltaf í máli mínu talað veltufjárrekstri á A-hluta og það er ekki rétt, eins og bæjarfulltrúi Gunnar gerir, að fara að sýna hér að mínu mati veltufjárrekstri hjá aðalsjóð. Það er bara ekkert relevant tala í sameininginu. Vegna þess að það er A-hlutin sem skiptir máli þegar þessar stærðir eru skoðaðar. Vegna þess að stærstu hlutirnir á milli aðalsjóðs og innan A-hlutans eru á milli aðalsjóðs og fasteigna. Þannig að þegar þú ert að skoða heildarpakka þá getur ekki tekið bara einhver einstaka eining út úr pakkanum. Þú verður að skoða heildina sem er A-hlutin. Þannig að þið verður aðeins átt okkur á því að það er ekki, og kasta hér upp á vegg einhverju glærum hvernig aðalsjóðurinn í veltufjárrekstri, það er bara hreinlega, leyfi mér að segja, ekki rétt. Það gefur ekki rétta mynd, það verður að sýna þetta fullt af mínustölum. Ég bendi bara á sem síðustu töluna sem að sýndi með árinu 2015, að veltufjárrekstri í fasteignum eru 560 milljónar í manni rétt. Þannig að við erum að tala allt aðra tölu, við erum að tala allt aðra tölu í veltufjárrekstri frá A-hluta. Hún er ekki nógu góð, en það er ekkert unnið með því að fara að sýna veltufjárrekstri á aðalsjóði. Og ég bara hreinlega skil ekki á hverju bæjarfulltrúi Gunnar var að velta því hér upp. Mér fannst, ég hefði gjarnan viljað að hann sýndi hér, fyrst að fara að sýna einhverja glærur, hann hefði sýnt veltufjárrekstri á A-hluta. Og þessi þróun hefði séðst, en að vera að sýna einhverja tölur, mínustölur upp á milljarð í aðalsjóði, sem er í rauninni verið að færa á milli 2 vasa innan A-hlutans, það er bara ekki rétt. Men við eigum að horfa á A-hlutan þegar við erum að tala sjóðstreymi. Og ég er alveg sannfærður það, ef bæjarfulltrúi Gunnar leitaði álits hjá endurskoðendum eða fjármálastjóra bæjarins, þá fengi hann akkúrat sömu svörin. Þannig að það er mjög sérstakt að vera brydda upp á því að velta fyrir sér veltufjárrekstri aðalsjóðs. Við getum alltaf líka, við getum rætt stöðu aðalsjóðs. En þá förum við að velta fyrir okkur. Bæjarfulltrúi Gunnar kom með þá veltufjárrekstri á aðalsjóði síðustu ár. Og af hver hefur rekstur aðalsjóðs versnað svona mikið? Skyldi það kannski vera því að á árunum 2005 til 2010 var fjárfest fyrir 2 milljarða á verðlagi dagsins í dag á hverju einasta ári. 2 milljarða. Þannig á 5 ára tímabili frá árinu 2005 til 2010 hafa fjárfest fyrir 10 milljarða. Það þýðir í raunni, og talnaglöggi menn eins og bæjarfulltrúinn Njáll sem situr í framkvæmd og fastaráði, hann veit það þýðir í raunni bara milljarð, hugsanlega nálægt milljarði í aukin útgjöld hjá aðalsjóði. Bæjarfulltrúi Sóley Björk spurði hvort að launin væri stóra málið. Í dag er það stóra málið,
En til lengri tíma litið og þegar við horfum til söguna þá það kannski það sem hefur gerst, það stóra máli það, hversu mikið við erum bundið í fasteignum. Og þar komum við akkurat því að hluta þeirri miklu uppbyggingu var gerður á þessari gósentíð sjálfstæðismanna. Auðvitað í samfloti við aðra flokka. En við verðum líka hugsa það að á þeim tíma sem þetta var byggt upp, þá var kannski ekki verið að velta fyrir sér og þá voru kannski menn ekki að setja sér einhver mælanleg markmið og hvernig menn ætla að ná fram úr þessu öllu saman. Það var bara byggt. Og nú stöndum við uppi með það, og bara sem dæmi, ég get sagt ykkur sem tölu þetta sem dæmi, á árinu 2005, þá voru heildartekjur fasteigna Akureyrarbæjar 1670 milljónir á núgildandi verðlagi. 1670 milljónir, 2005. Árið 2010, þegar síðasta árið sem þeir náttúrulega, af því að fjárfestingar 2010 voru mesta afkveðnar árin áður, af hálfu sjálfstæðismanna, þá var þessi tala komið í tæpa 2,8 milljarða. Hún hefði aukist 1200 milljónir. Hún hefur í rauninni aukist á núgildandi verðlagi 1500 milljónir frá árið 2005. Og þar alhlutin að berjast, við þetta alhlutin að berjast. Það búið að fjárfesta mikið, það liggur mikið í steinsteypu, við sitjum í aðgerðahóp og erum að reyna að finna einhverja lausnir til að draga úr kostnaði. Hvernig ætlum við að gera það? Svigrúmin ekkert mikil. Tökum sem dæmi íþróttamálin, þar sem mestu hlutin, við erum að tala um 800 milljónir sem farið það heila til íþróttamála. Milljarður fyrir í fasteignir. Þetta ekkert svona bara eins og að drekka vatn. Þannig ég segi, við þurfum að taka á þessu saman, við erum þess vegna í þessum aðgerðarhópi til þess að reyna að ná jafnvægi í rekstri Akureyrarbæjar sem mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt. Við erum í sömu vandræðum eins og mörg sveitarfélög og sérstaklega stærri sveitarfélög í landinu núna stundir vegna launahækkana. Við erum að reyna að bregðast við því og eins og bæjarfulltrúi Logi kom inn á, við erum að reyna að bregðast við því án þess að skera niður þjónustu sem við viljum ekki gera. Það bara málið. Þannig ég tel okkur bara vera að gera góða vinnu í þessu. Ég vona það, eins og ég sagði í ræðu minni áðan, ég vona það að aðgerðarhópurinn nái árangri, vegna þess að það mjög mikilvægt fyrir okkur. Og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það að hann hefði ekki séð mikinn árangur og ekki vissi ekki hvert hann væri að stefna. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur því miður ekki haft tök á að mæta alla fundina, en vonandi sjáum við á morgun í fundi aðgerðahópsins eitthvað til lands í þessu verkefni okkar. Þangað ætlum við nefnilega að stefna. Við ætlum ekki að stytta á skeri. Kannski aðeins þetta varðandi Sjóliðu, ég kannski þá búin að svara Sjóliðu bæjarfulltrúa, varðandi rekstrarvandamál bæjarins liggja ekki bara í launum. Nei, það ekki svoleiðis. Þau liggja í miklu dýpri vanda sem við þurfum að takast á við og þurfum að skoða hann til lengri tíma. Ég vænti þess svo þegar aðgerðahópurinn sé búin að ljúka störfum sínum, þá séum við komið með þá hugsanlega grunna þriggjaráætlun, ekkert hugsanlega, komið með grunna þriggjaráætlun og getum strax hafið áætlunarvinnu fyrir árið 2017, sem mjög mikilvægt, svipað eins og við stefndum að. Þannig að ég held að við séum á réttri leið og ég vona það að við höldum áfram að eiga skemmtilega umræður þetta, en ég fullir það hér í þessu stól að öll velsæld, ekki velsæld, heldur velgengni okkar Akureyrarbæjar ekki eingöngu sjálfstæðismönnum að þakka. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Jarl Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vissi satt að segja ekki að Guðmundur bæjarfulltrúi geti talað svona hratt, en það gaman að heyra það. Ég hef líka gaman stundum að tala hratt. Ég ætla rétt að byrja hérna sem kannski varðandi samstæðuna á BÍ á síðasta ári og það bara það sem ég skrifaði hérna eftir að Norðurorka kynnti hérna afkomu sína síðustu mánaðamót, svona aðeins til að róa fólk niður. Í þessu uppgjöri fyrir síðustu ár nýtur Norðurorka framsýni fyrrum stjórnenda og stjórnar sem síðustu aldamót ákváðu ásamt Orkuveitu Húsavíkur og Þingeyjarsveit að fara í rannsóknir vegna mögulega jarðvarmavirkjunar á Þeistareykjum. Frumkvæði heimamanna var drifkrafturinn í því að af stað var farið
og það rétt að halda þessu til haga. Síðan erum við búin að taka mikla sögu hérna, en það sem er að gerast að það sem er ljóst að Þeistareykjavirkjun fer á stað núna næsta haust, eða í seinni hluta 2017, að þar með var gerð upp þessi bréf Landsvirkjunar, skuldabréf sem að Norðurorka átti á Landsvirkjun, sem að hækkuðu handbært fé samstæðinu 1600-1700 milljónir og kemur þessi mikla hagnaður kemur þessu uppgjöri upp á 950 milljónir. Ég ætla að bíða kannski bara seinni umræðu að fara hans, þetta var mjög hratt farið hérna yfir áðan og ég ætla bara að gefa mig þann tíma fyrir næsta fund að fara með nákvæmara hætti sem ýmislegt var sagt hérna. Og en það sem ég vil kannski vekja athygli á og það sem sló þegar kynningin var daginn, þetta er svona sömu atriði sem maður hefur verið að fara yfir ársreikninga sveitarfélagsins undanfarin ár, að það er bara rétt, plúsarnir eru allir, það er allt plús megin, svona ytri aðstæður. Það kemur gríðarlegur hagnaður út úr þessum bréfum gegnum Norðurorku og Norðurorka er að eiga mjög gott mót á síðasta ári og höfnin og Norðurorka með 1590 milljónir og höfnum með 160, þannig að þetta eru 1750 milljónir sem að kemur inn í samstæðinu frá þessum tveimur aðilum og þetta er náttúrulega bara að bera að fagna. En það er líka okkar að vera það með að hreinu að einskiptistekjurnar sem koma gegnum hagnaðinn í Norðurorku 950 milljónir, þetta er ekki að fara að gerast á hverju ári og það er gaman, það er vel gengur og það er gengið vel í sjálfu sér í rekstri Norðurorku undanfarin ár og verið að sína svona 500-700 milljónir af eigin rekstri, eða hagnað af sínu svona daglegu starfsemi. En það hefur líka verið eins og kemur fram með þessu uppgjöri, það hefur verið lítið verðbólga í landinu undanfarin 2-3 ár og það hefur komið vel út þá í afkomu Norðurorku með samskoma hætti eins og hefur komið vel út fyrir rekstur bæjarins. Og hvar var maður nú með þessa tölu sem við ræddum hérna daginn og maður fekk kannski ekki alveg upp á milljón, en það má áætla samstæðin að við notið þess með lágri verðbólgu árið 2015 það séum í plúsir samstæðina 300 milljónir og gengishagnaðar af lánum hafi verið 100 til 200. Ég man að Norðurorka var með 60 milljónir gengishagnaðar á síðast ári. En ekki nákvæmlega með töluna hjá, og það getur vel verið að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hafi þá tölu bara til að fylla í eyðurnar. Þannig að og síðan kemur sér 13. mánuður í gegnum jöfnunarsjóðinn eftir að þeir breyta þessu fyrirkomulagi. Þannig að þarna liggja 1550 til 1650 milljónir sem að koma svona með þægilegum hætti plúsmegin. Auðvitað er hægt að finna eitthvað og Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi getur að koma með eitthvað sem kemur mínusmegin, en þetta eru háa minnst tölur megin sem koma plúsmegin. Og þeir eru með hagnað á samstæðinu upp 1122 milljónir og þegar maður telur bara þessa 4 liði sem sína 1550 til 1650 milljónir, að við getum náttúrulega ekki treyst á svona happafeng eða hattarismiða ár eftir ár. Eigum kannski eftir 1 ári viðbót, ef gengið heldur áfram að styrkjast kannski 1-2 ár og vonandi ná að halda lágri verðbólgu, en við höfum verið mjög heppilegt hvernig það komið núna alveg á síðustu árum. Mín aðkoma varðandi fjármál sveitarfélagsins, hún nú bara þá fyrst og fremst komið gegnum þann nefnd sem ég er í í fasteignum og framkvæmdaráði og svo með öðrum hætti sem stjórnarmaður í Norðurorku. En kannski lítið komið að þessari vinnu sem þessi aðgerðahópur hefur verið að vinna undanfarið. Eins og bara tvennt sem í fyrstu fjárhagsáætlun sem við unnum þá haustið 2014, þá talaði ég strax í umræðin í þeirri umræðum fjárhagsáætlun að við ættum að fara í rekstrarúttekt þá strax. Þess að ef maður skoða gögnin þá hefur hægt og rólega að vera svona að halla undan
Og aftur í fjárhagsumræðunni núna í desember að þá var ég kannski einn það að vilja raunverulega fá utanaðkomandi meiri hjálp. Þannig að það kæmi heilsteyptari tillögur, kannski með svipuðum hætti eins og Hafnarfjarðarkaupstaður fór í á síðasta ári. Og ég auðvitað vona til að fá svona tillögur sem kæmi utan sem pólitíkin myndi þá sem sagt taka á í einhvers svona samráði. En auðvitað vona ég það að þetta gangi nú vel með aðgerðarhópinn og hann komið með góður og heilsteyptar tillögur og einhver sátt náist hvernig að fara að þessu. En að nákvæmlega sama eins og kannski menn hafa verið bæjarfulltrúar hafa verið að koma inn á og það er það sem hefur kannski undrað svona í gegnum tíðina þegar maður er að taka þátt í þessu fjárhagsáætlunum síðan 2010 er hvað lýsandi gögn eru léleg á rekstri bæjarins og hvað virðist vera erfitt að kalla fram svona söguna og reyna að fá svona tilfinningu fyrir hvernig hlutir eru að ganga og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin oft verið að líka þessum rekstri við og reynda myndist ekkert á risolíuskipið núna en þetta gerist allt alveg ákaflega hægt að reyna að átta sig á stöðunni. En mín tilfinning bara síðan ég byrjaði á þessu kjörtímabili hefur bara verið og eins og maður kannski var á síðasta kjörtímabili að svona smátt og hægt og örugglega þá svona hallar undan. Þannig að en auðvitað vona maður að grípa inn í en ég vildi bara svona rétt hafa þetta einfalda tölu núna til að kannski fólk reynir nú að skilja þannig að ég efast að margir hafi alveg náð umræðinu áðan og farið hratt yfir. En það eru svona ýmsar hægstærðir núna sem eru ekki mjög jákvæðir í þessar umræðu. Og skemmtileg svona umræðu söguna og þegar menn eru konir langt aftur og ég get ekki tekið næst, ég tekið áður einsetning skóla fyrir 10 árum. Hún kostaði þetta sveitarfélag eins og öll önnur gríðarlega fjármagn. Menn byggðu grimmt bara til að geta komið til móts við það að við varum með einsetningu skóla. Ég líka rættaði margótt í tíðina eins og og tók og skrifaði nú grein með þessi vikudag í desember akkurat innri leigu sveitarfélagsins. Áhyggjur mínar af henni. Það sem hún aukist úr 17–23% á 60 árum. Þegar við erum komið að hlutan þannig að þessum ársreikningi held ég að sé rétt mun að töluðan 61,7% laun af gjöldum og við bætum því sem við ef þessi tala væri á svipuðu nótum en þess að hún kemur undir rekstrarkostnaðana, maður ekki með hana ég oft beðum að væri sér dálkur í við fengjum bara innri leigun og sér en þess að þetta er svo stór þáttur í rekstri bæjarins að þá ef hún væri segjum 23% þá eru komin upp í 84,7% ekki? Já 85% launkostnaðar bæjarins í áhluta og ef við tækjum bara reksturinn og leiguna 85%. Það er bara líka tala sem að ég held allir áttu sig á og það væri kannski hún líka sögulega sem að áhuga bara að fá fram hvernig sú þróun hefur verið þess að sjálfbærnin í rekstri bæjarins náttúrulega sést svolítið þarna þess að það er ekkert eftir fyrir fjármagnskostnað eða annað sem það er að gera í sveitarfélaginu þú ert komin með tölum í 85% í innri leigu og launakostnaði. Þannig við getum þannig að nálgast þessi mál svona eftir ýmsum leiðum hvernig en þetta er sérstök umræða sem og þetta er ekki það fyrsta skipti sem eins og með fjölda starfsmanna sveitarfélags. Hvernig getur þetta verið svona mikið málar en að ná utan það? Haldið þið að vera eitthvað félag í rekstri út í bæ sem að geti leyft sér svona vera ekki með hreinu starfsmannahaldið hvað eru margir starfsmenn og hver er kostnaður það verður til og hvernig það verður til. Þannig ég held að það sé eitthvað til að ræða og þá bara í seinni umræðinu næst þessi mál. En ég ætla ekki að taka þátt í söguskýringunum að þessu sinni. Ég reynda tók svona skemmtilega söguskýringu á Norðurorku og þarna varandi hvernig þetta er tilkomið. En það er líka dæmi það þegar að drifkrafturinn kemur svolítið frá heimamönnum en taka svolítið ráðin í einu hendur og getur leitt til góðra verka. Það er eitt dæmi og það er nú það sem kannski var nú það er það sem við höfum að gera og standa fyrir. Takk. Bæjarfulltrúi Árni Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi. Forseti
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, virkilega gott að fá bæjarfulltrúar Njál í ræðupúlt hér á eftir mér og róa okkur aðeins niður. Njál afskaplega skynsamur maður og hann týndi þetta til nokkur atriði sem að vissulega rétt snúa að rekstrar hagnaði samstæðu, en við höfum kannski verið dálítið mikið, og bæjarfulltrúi Njál, ef hann hlustar, að við höfum svolítið mikið verið að tala veltufé frá rekstri, og allar þessar tölur sem að bæjarfulltrúi Njál talaði hafa ekki áhrif á veltuféð. Þannig að það, jafnvel þó við hefum tekið allar þessar tölur út, og það var alltaf gert ráð fyrir því í okkar áætlun að það yrði 563 milljóna króna tap af samstæðunni. Þannig að auðvitað var þetta mjög góð búbót fyrir okkur að salan skyldi eiga sér stað, og mikilvægt að þessi peningar kæmu inn til Norðurorku sem einskiptis hagnaður. Það hefur ekki áhrif á veltufjárrekstri, en það hefur líka geysilega áhrif á möguleika Norðurorku til fjárfestingu í framtíðinni. Norðurorka tók að sér fráveitu bæjarins á sínum tíma og stendur frammi fyrir framkvæmdum á því sviði og líka í hitaveituframkvæmdum sem verður mikið á næstu árum, þannig að það er mjög mikilvægt að þetta skyldi hafa gerst og ber að þakka í raun að menn skyldu hafa náð þessum samningum á sínum tíma. Auðvitað var það svolítið lott og miði, það snýrist náttúrulega það að yrði fara að virka á Þeistareykjum, þannig að það er ýmislegt svona sem að skal leysa vann með okkur. Bæjarfulltrúi Njál talar hér verðbólguna og þessar utanaðkomandi aðstæður sem í lág verðbólga, það vissulega rétt og það verið mikið lán fyrir sveitarfélög almennt í landinu að það skuli vera lág verðbólga á sama tíma og við erum að glíma við þetta mál sem stendur núna hjá okkur, það þessar miklu launahækkanir. Það þannig að eins og ég sagði, það voru 14,4% sem launin hækkuðu á milli árana 2014 og 2015 og það eitthvað sem við erum að glíma við. Við vonumst náttúrulega til þess í rauninni samframar þessum aðgerðum sem við erum að gera hjá aðgerðahópnum, við vonumst til þess að Eyjólfur hressist svolítið, þar að segja skattarnir haldi áfram að hækka og svona fyrstu 3 mánuðina á þessu ári gefa mann svolítið tíma svona til efni til bjartsýni að útsvar virðist vera að skila sér, að staðgreiðslan virðist vera að skila sér betur heldur en á síðasta ári, þannig að það svona ákveðið svona bjartsýni í því líka, þannig að ég vonast til og þetta vinnur nú allt með okkur þegar til lengri tíma er litið. Það var rétt hjá bæjarfulltrúa Njáli að ég minntist ekkert á risaolíuskipið. Ég gerði það nú eiginlega aðalega fyrir bæjarfulltrúa Margréti Kristínu sem situr ekki hér í dag, en engu að síður þá tala ég þó að við vildum gjarna sigla í land ekki steita á skeri. Þannig ég fór nú aðeins út í samlíkinguna bæjarfulltrúa Njáls þannig að það gleymist ekki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðjónsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta búið að aldeilis fín umræða. Ég reyndar farin að ágjöra ákveðni bæjarfulltrúa væri við það að fá hjartaáfallir í ræðustóla áðan, en gott að það komið ró hérna aftur. En hvað segirðu? Herðu, en mér langaði aðeins að svara fyrir þær spurningar sem hafa verið beinst að mér. Ég reynist greinilega sjálfumgleður sjálfstæðismaður ef að dæma á að ræða minni áðan samkvæmt meirihlutanum. En það kom hvergi fram í ræðu minni að við hefðum gert betur. Það kom aldrei þannig. Ég kom bara með röksemdir fyrir því að ég hefði gert þetta öðruvísi og ég er búin að gera það allan tíma. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Sóleyju Björk að benda á það að ég sé að algjörlega vera búin að sanka sjálfur mér frá því ég steig hérna fyrst upp í pontu. Það sem að við vorum öll sammála því að það ætti að setja aðgerðarhóp hér. Við hefðum bara viljað að það yrði gert fyrr og við bendum á það fyrir löngu að horfa skyldi á reksturinn strax þannig að við síðustu fjárhagsáætlanagerð sem við samþykktum. Þannig að ég hef aldrei verið á móti því að þessi hópur hafi verið stofnaður. Þannig að það komur skýrt fram. Það sem ég var ósátt við var að allar óskir nefnda færu inn í fjárhagsáætlun og eru samþykktar þar. Ég hefði viljað sjá það öðruvísi gert að við frekar hefðum þá bætt við óskum á árinu 2016 ef við hefðum haft rými til þess.
Það er það sem ég hef verið að benda á. Ég er líka margoft búin að benda á, og eins og bæjarfulltrúi Njáll Trausti ítti líka á áðan, að mér finnst upplýsingagjöfin ekki vera nægileg. Og ég held að meiri hlutin sé alveg að lendi því og við minni hlutin, að við þurfum meiri upplýsingar og meiri greiningar þegar við erum í fjárhagsáætlanagerðinni. En ef einhver mótmæli því, þá má hann koma upp og segja það. En mér finnst þetta búið að vera frá upphafi þannig. Við sjálfstæðismenn, við bæjarfulltrúi Gunnar og bæjarfulltrúi Njáll, ég held að við höfum allan tíman lagt okkur fram við að aðstoða í þessum efnum. Ég tel að við höfum verið mjög virk innan þeirra nefnda sem að við höfum setið og við höfum bara boðið fram góða samvinnu. Þannig að ég er mjög hissa á orðum bæjarfulltrúa Matthíasar ef hann hefur annað málið að segja. Ég kom líka með röksemdir fyrir því að mér finnst, nú hef ég farið tvisvar gegnum miklar hagræðingar í fyrirtæki. Ég veit að maður á ekki endilega að bera saman alltaf sveitarfélag við fyrirtæki, en í þeirri vinnu reyndist miklu betra að brjóta niður hagræðingarvinna. Það er það sem ég var að leggja áherslu á. Að þá gat maður komið ákveðnum hlutum fyrr í framkvæmd. Og það sem ég var að benda á, ég er svo hrædd að því við leggjum allt undir, þetta taki svo langa tíma, að það verður svo seint sem að hagræðingin fer að koma til framkvæmda. En mér langaði líka að því að nú til dæmis hefur stöðugildaaukningin verið mjög mikil núna milli ára og áætlað rúmlega 70 stöðugildi milli 2015 og 2016 í áætlunum. Og það er alveg 500 til 600 milljónir. Þannig að mér hefði fundist vert að við hefðum skoðað, eins og ég talaði áðan, launaþáttinn fyrst. Ég man nú ekki hvort ég skráði nú ekki fleira hjá mér, hvort ég hefði verið spurð en bæjarfulltrúi Logi, bara takk fyrir svörum í bréfinu. Mér finnst bara vert að þetta kemur fram, því að þetta komið fram á netmiðlum út allt, að það sé þá engin fótur fyrir þessu. Því að mér fannst erfitt að svara, því að ég sitt ekki í skólanefnd, hef ekki fengið nein gögn málið, þannig að ef þetta er umræða á netinu út í bæ, að þá finnst mér bara mikilvægt að það komi hér fram að það er engin fótur fyrir þessu, þannig að til að stöðva þessa umræðu. Þetta var ekki gert til að koma neinum illa hér í ræðustóli eða fara munnhöggvast í blaðagreinum, en þetta er komið fram, þannig að mér finnst bara gott að skýringarnar komið fram. En annað, ég er áfram boðin og búin að vinna að þessari hagræðingu, nema meirihlutinn sem er búin að útiloka það út frá því að ég sé sjálfurglaður sjálfstæðismaður. En mér er búið að þykja ofboðslega gaman að vinna með ykkur öllum. Ég er aðeins að því mér langar að vinna bænum mín til heilla og ég held að það sé ástæðan fyrir við séum öll hérna inni. Þannig að ég held að þetta sé engin endalok og ég sagði það líka síðast hérna fyrir árið síðan, þetta er engin endalok, en við þurfum virkilega að bretta upp ermar. Ég er náttúrulega ekki í þessum hagræðingahópi, þannig ég hef ekki hugmynd hvað er á döfinni. Ég veit ekkert hvað mun koma fram í þessum hagræðingahópi. Þannig að ég er sjálf mjög spennt að sjá niðurstöðuna úr því og ég er bara virkilega vona að það komi fram fyrr en seinna. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er fyrir umræðinni og kannski bara eins gott vegna þess að við erum að ræða hérna gríðarlega mikilvægt mál sem snýr ekkert bara að okkur, heldur líka bara framtíð bæjarins. Staða bæjarins er nefnilega alls ekki góð og það þarf bara að horfast í augu við það og bretta upp ermar. Það telja menn sig vera að gera í þessu vinnuhópi
Og ég segi eins og Eva, ég veit ekki, það er fundur á morgun í þessu vinnuhópi, þar sem einhver aðgerði verður lagðar fram. En ég ætla nú samt að benda á það, af því að vera að tala um það að menn eigi hér gott samstarf hluti. Það er nú bara þannig að ég allavega upplifið það og oftar en ekki verið að hlusta á tillögur eins og til dæmis sem ég legg fram. Ég hefði í ykkar sporum og okkar sporum allra byrjaði því að skoða þessa stöðugildaaukningu núna í þessum aðgerðahópi áður en ég hefði farið að gera nokkuð annað. Og veltaði fyrir mér, ok, ég er ekki að taka þetta niður, er bara ráð í allar þessu stöður eða hvernig stendur á þessu að þetta er komið inn í fjárhagsáætlun svona bara svona einhver 70 stöðugildi samkvæmt þessari úttekt sem er til. Og það er alveg rétt sem hefur komið þetta fram að það er mjög merkilegt hvað hefur gengið illa að ná tölum út úr kerfinu, en ég segi líka það er á ábyrgð okkar sjálfra hérna. Við erum að kalla eftir þessum tölum með skipulögðum hætti og áttum að gera það strax. Það hefur bara ekki verið gert með skipulögðum hætti. Það er fyrst núna sem í þessum tölum er að dúkka upp á yfirborðið. Og að því að Guðmundur Baldvin, bæjarfulltrúi og reyndar bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson er að í að því að þetta sé einhver tilbúna tölur sem var varpaðinn upp á þann, það er það bara tóm della. Vegna þess að því skoðið rekstra niðurstöðu aðalsjóðs og áætlaða rekstra niðurstöðu aðalsjóðs á næstu árum, þá er það bara, er reyndin eins og þarna lítur út. Bara því miður. Er það einhver della? Nei. Og hvernig var þá aðhlutinn sjálfur? Var hann rekinn þá með afgangi á þessum árum líka? Nei, hann var rekinn með halla öll árin nema 2013. Það er að segja 2011, 12, 14, 15 og stefnir í 16. Og áætlun 2016 meiri segja þannig að það er halli allri samstæðin sem er raun og veru alveg einstakt í sjálfu sér. Varandi skuldasöfnunina, fasteigninnar, já, það er alveg hárrétt hjá bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin. Það var mikið fjárfest hér á árum áður. Það var gert í samstarfi við Framsóknarflokkinn, í samstarfi við Samfylkinguna. Alveg hárrétt. Það var ekkert sjálfstæðismenn einir. En hvað var verið að gera? Jú, það var verið að byggja upp skólamannvirki og íþróttamannvirki og menningamannvirki sem að hvað? Standa í dag og þarf þá ekki að byggja núna. Er ekki rétt? Það er enn verið að fjárfesta töluvert og mætti kannski í sumu tilvikum gera gáfulegar en nú er gert. Það sem að skiptir hérna máli er það að kannski þarf ekki að fjárfesta eins mikið í dag eins og hefði þurft ef þetta hefði verið farið í þessa vinnu á sínum tíma. En þetta er ekki ástæðan fyrir því að bærinn stendur í þeim vanda sem að stendur nú. Það er bara ekki rétt. Það var farið hérna í aðhaldsaðgerðir á árinu 2008 og 2009 og 2010 og stór hluti þeirra stóð. Síðan koma inn málefni fatlaðra árið 2011 og það hefur í raun og veru vantað ákveðið upp á aðhald í rekstri og sérstaklega núna 2 síðustu árin. Það verður bara ekki hjá því komist að viðurkenna það. Og vinnan við fjárhagsáætlunargerðina hefur ekki verið með þeim hætti sem að maður hefði viljað sjá. Og það er ekki rétt bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin að hér hafi ekki legið fyrir tölulegar upplýsingar ákveðin markmið eða viðmið fyrir árið 2010, það lá fyrir. Og það getur kynntir með því að skoða þau gögn sem liggja fyrir og meirihlutasamningi og starfsáætlunum sem þá voru unnar á sínum tíma. Og það eitt út af fyrir sig segir bara ákveðna sögu líka varðandi það hvernig var unnið. Hvað á að gera? Jú, ef að menn sjá fram á það að rekstur stefnir eitthvað fram úr, þá hlýtur að þurfa að grípa til einhver aðgerða. Ég fór yfir það hérna í umræðum fjárhagsáætlun 2016. Þá las ég við mann rétt upp úr bréfi sem bæjarráð hefði samþykkt og var sent til allra nefnda og allra embættismanna. Það sem stóð
að það skyldu engar viðbætur koma inn í fjárhagsáætlun öðruvísin það væri óskað sérstaklega eftir þeim og þær tilgreindar sérstaklega. Þegar betur er að gáð kemur í ljós að þessu var ekki fylgt eftir. Og það vita þeir sem að voru í þessari vinnu. Þessu var bara ekkert fylgt eftir. Þetta er hluti af því aðhaldsleysi sem að er hér í gangi. Og það liggur fyrir í þessum rekstrarreikningi að laun og launatengd gjöld eru komin yfir 60% af tekjum. Þetta er eitt af því sem er talið vera hættumerki. Og þarna þurfum við að grípa til einhver aðgerða. Og það hefði okkur átt að vera ljóst, og það átt að vera ljóst og var ljóst, löngu áður en að við fórum í þessa vinnu í fjárhagsáætlun 2016 og það hefði verið hægt að grípa í taumana fyrr. Það verður ekki til að þau komist og horfa í stöðu við þetta. Og það er alveg sama hvað þið reynið að tala ykkur frá þessu. Þetta stendur þarna svart og hvítt fyrir framan ykkur. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er að lokið máli sínu. Næst til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit ekki hvar ég á að byrja. Ég bara er pínlítið svona orðlaus yfir visku annarra bæjarfulltrúa í sumum málum og hvernig menn getur eftir á spekingar. Ég ætla bara að segja ykkur það að launahlutfall af skatttekjum árinu 2002 var 60,4%, árinu 2003 64,1%, árinu 2004 66,1%, bara svo að þessu sé haldið til haga líka. Launahlutfallið hefur núna farið réttilega í 61,7% og það gerist einfaldlega vegna þess að það eru fordæmalausar segi ég, launahækkanir á síðast ári. Það hefur ekki gerst á síðustu 2 árum, er búin að vera mjög mikla launahækkanir. Við sátum öll hérna sammála því á sínu tíma fyrir utan bæjarfulltrúa Sóleyju og ræddum það fyrir kosningar þegar hún var að tala þó ekki nema 10% og ég vildi að það hefði gengið eftir. Ef allir hefði ekki 10% hækkun, að við sáum það öll og töluðum öll það að það gæti ekki gengið. Rekstur bæjarfélagsins stæði ekki undir því. Við fáum síðan holskefli yfir okkur sem þýðir það að launin hafa hækkað frá árinu 2013 um 2200 milljónir. 2200 milljónir launakostnaðinn. Á sama tíma hafa skatttekjur aukist milljarð. Þetta eru 1200 milljónir sem að munar. Og halda það finnist ekki í rekstrinum og halda það að við getum gert svona 1, 2, 3 hókus pókus, það er bara ekki svo einfalt. Og við erum að tala líka að ef við skoðum starfstölurnar á milli áruna 2014 og 2015, þá erum við ekki að tala þessar tölur sem Gunnar er að tala einhver 70 stöðugildi. Vissulega er það eitthvað sem við erum að skoða núna í áætlun 2016. Það hefur verið erfitt að fá þessar tölur nákvæmlega út. En við erum að vinna í því og það er ekki eins og það séu einhverjum 70 sem búið að ráða frá síðasta ári. Það er bara ekki svoleiðis, segja allir. En menn eru að reyna að finna út hvernig það talaði einhverja innskráningu í kerfi og svoleiðis. Og mér finnst það alveg mikið eins og bæjarfulltrúa Gunnari vond að við skulum ekki geta fengið þessa upplýsingar nákvæmt og því er alveg sammála ykkur í minnihlutanum og okkur öllum í meirihlutanum. Við erum margbúin að tala þetta og við erum að vinna í því þessa dagana og vonandi förum við að sjá til lands í því. En þetta er alltaf óþolandi. En ég bara leyfi mér að segja það, ef maður horfir bara hérna, því ég er nú með þessar tölur hérna við fram mig, að launahlutfallið var 58,5% árið 2014. Það var 53,6% árið 2013. Bara svona, þetta gerist bara núna síðustu 2 árum. Það verður bara pínulítið bara holskefla sem lendir á okkur og við erum að reyna að takast á við það. Við erum að reyna að takast á við það með því að reyna að halda upp í sambærilegum rekstri. Bæjarfulltrúi Eva kemur með þarna og vitnar hér áðan í bréf sem var skal ég segja þarna frá varðandi skóladeild, þar sem að menn eru að halda því fram að það gangi erfiðlega að halda upp í óbreyttum og þjónustu við börnin okkar. Laun kennara hækkuðu miklu meira heldur en 14,4%. Það veit allir.
á samtímabilinu. Þannig að við erum til dæmis bara að eiga við það. Við heldum hreinlega þegar það var samið við kennara að við myndum eignast eitthvað á móti. Það myndi vera hægt að ná fram einhverja hagræðingu. Því miður hefur það lítið gengið eftir. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að berjast við. Þannig að ég held að svona hættumerki, jú, þetta er hættumerki, það er ýmislegt. Ég sé alltaf, við skulum horfa á veltu fyrir rekstri, það er hættumerkið og það er talað sem við þurfum að reyna að fá upp. Við gerum það með samstilltu átaki og ég er sannfærður um það að áður en þessu kjörtímabili lýkur þá verðum við komið með reksturinn í betri horfheldur en í dag. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú þakka bæjarfulltrúi Guðmundi fyrir að rifja upp hérna áherslu mínar í kosningum í hittiðfyrra. Og ég get bara alveg upplýst það að þessu var ekkert slengt fram í bara, veist, að því einhverjum datt í hug að þetta væri næs. Þetta var sett fram undir þeim forsendum að við vissum að þetta yrði áskorun og við vissum að það þyrfti að gera ákveðna breytingar á bara rekstri bæjarins og það er þess vegna sem að ég var svona gríðarlega spennt fyrir hugmyndinni aðgerðahópinn af því að þar hélt ég að það yrðu gerðar, að hlutirnir yrðu endurskoðaðir kerfislega, að stóra myndin yrði endurskoðuð. Ef að raunin, ef að það sem kemur út úr þessum aðgerðahóp verður einhvers konar flatur niðurskurður og engar pólitískar ákvarðanir nema það að sýna að það eru ekki að skera niður flatt, þá verð ég fyrir vonbrigðum. En ég ætla bara ekki að dæma, það er ekki komið neitt út úr þessu. Ég vildi bara koma inn og skýra hvað lá á bak við þessar hugmyndir okkar og sem að við auðvitað og ég og margir gleðjast yfir að hafi orðið að raunveruleika. Ég hef auðvitað staðið hérna ótal sinnum og rætt það hvernig þetta er ekki vandamálið í rekstri opinbera kerfisins, hvernig launahækkanir starfsmanna eru ekki vandamálið og hvernig við getum ekki haldið áfram þeirri gamaldags hugsun að ætlast til þess að þetta kerfi og öll þessi mikilvæga grunnþjónusta sé borin upp af fólki með of lág laun. Og ég, svo sem mér finnst mér í sannleika sagt ekkert verða voðalega mikið ágengt í þessari umræðu. En ég mun örugglega halda áfram hérna að tala þetta. Ég hef líka bent á það að ríkið snýður sveitarfélögum þröngan stakk og ég vil breyta því og ég hef hvatt meirihlutann til að beita sér fyrir því innan sérstaklega Sambands íslenskra sveitarfélaga og þar þarf að gera betur. Ef það gengur ekki, þá verðum við að fara að endurhugsa forgangsröðun okkar. Það er mitt mat og það er ennþá mín skoðun og það er ennþá mín sannfæring. Það sama og ég stóð hérna og út allan bæ og talaði við ykkur fyrir 2 árum. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Það er gott að geta með að tala sem að vil, en ég ætlaði bara aðeins að taka undir með bæjarfulltrúa Sóleyju og ætlaði líka að ljúka einu máli sem ég glemdi áðan, sem að sneri að bæjarfulltrúa Evu, kannski bara byrja á því. Og glemdi þessu bara áðan, en ég ætla bara að klára það. En ég vildi segja það að það er alveg rétt sem hefur komið hérna fram í þessu allir saman að ég held að bæjarfulltrúi Sóley hafi tekið það fram líka að bæjarfulltrúi Eva hefur verið mjög samkvæm sjálfur sér í sínu málflutningi, þannig að ég ætla bara vildi koma því fram að því að við vorum að takast þetta á og ég skammaðist aðeins síðan áðan og hjarta fór á staði sem hún hafði áhyggjur af, en þá skal ég sé hefur það verið, ég vil bara taka það fram í þessu umræðu. En varðandi bæjarfulltrúa Sóleyju að þá er náttúrulega eitt af þessu sem við náttúrulega erum alltaf að takast á við og hún kom inn á einni lokinu og ég held að það sé eitt af stóru málum okkar, það er þessi skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga.
og það eitthvað sem að sko er bara aktúalt eða er bara mjög mikilvægt mál að fara í en það var bara því miður sem við höfum ekki tækifæri að sitja öll á landsþingi sambandsíslenskra sveitarfélaga daginn. Það hefði verið mjög gott ef allir bæjarfulltrúar hefðu átt tök á því. Þar flutti framkvæmdastjóri Árborgar, Ásta Stefánsdóttir heldur hún heiti, erindi fjármál sveitarfélaga. Og þar í rauninni kom hún inn á eiginlega bara öll þau mál sem við erum að glíma við í öllum sveitarfélögum og gerði það á mjög skemmtilegan hátt, myndrænan hátt, var með slæðusýningu þar sem hún rakti vandamál sveitarfélaga almennt í landinu. Og það lá við að sko maður ætti bara að biðja Ástu að koma og fara bara með stand-up show landið með þessa sýningu en þetta var mjög skemmtilegt og kynna fyrir bæjarfulltrúa sko en þetta var mjög skemmtilegt að átt að sjá því að við stöndum öll dálítið mikið í sömu málun daginn út og daginn inn. Þannig að vandamál okkar í dag ekki gott, vandamál mikið, vandamál okkar mikið. Það bara vandamál sem að sveitarfélög almennt standa frammi fyrir og ég held að sko, menn verði bara að ná að snúa þessu við með samstilltu átaki, hvort sem það hér eða á landinu öllu. Ég meina við erum að tökum sem dæmi að við höfum verið að berjast með málefni fatlaðra. Bæjarfulltrúi og Gunnar kom inn á það 2011 hefði málefni fatlaðra komið yfir til okkar sveitarfélagsins. Það var akkurat á þeim tíma líka sem að við fórum að gera okkur grein fyrir því að þetta væri ekki óþrjótandi peningar sem að fylgdu þessu en að fram að þeim tíma höfðu okkur gengið nokkuð vel að ná peningum frá ríkinu. En svo þegar þetta fór allt saman að vera á sami potturinn og átt að skiptast með alla sveitarfélaga, þá var allt einu komin erfiðar í staða í þessum málum. Bara svona eitt dæmi sem við erum að glíma. Þannig að það að ýmsu að taka. Þannig að ég held að við þurfum öll að brýna okkur, hvort sem við erum með meiri eða minnihluta, bara bæjarfulltrúar almennt, að brýna okkur í þessari baráttu gagnvart ríkinu. Við þurfum að hamra á því hvar og hvenær sem er. Þetta eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Takk. Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til það máls Logi Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það var kannski óþarfi að koma upp vegna þess að ég ætlaði bara að segja það bil það sama og Guðmundur. Ég hjóð þó eftir því að Sóley bæjarfulltrúi talaði að hún vænti þess að meirihlutann að hann myndi reka þetta mál með öflugri hætti innan sambandsins. Við erum oft í viku í samstarfi við sveitarfélagi, við þingmenn, við ráðherra þessi mál og þetta ekki bara verkefni meirihlutans. Þetta sameiginlegt verkefni okkar allra eins og ég kom inn á áðan. Ég meina þið munum fyrr eða síðar lenda í þeirri stöðu eða komast í þá stöðu að vera í meirihluta. Þannig að mér finnst það skipta máli og við verðum að ræða líka þannig, finnst mér, að sækja fyrst og fremst þá peninga sem að ríkið ber að greiða okkur en halda ekki á lofti umfram efni það sem snýr að okkur sjálfum þó auðvitað eigum að líta í eigin barm. Og að því að bæjarfulltrúi Eva nefndi úttekt á öldrunarheimilum að þar hefði komið í ljós að það vantaði daggjöld en líka að það væri ýmislegt hjá okkur. Ég satt bara nákvæmlega í stólnum sem bæjarfulltrúi Ingibjörg satt og hlustaði á fulltrúa þeirra sem gerðu úttektina og þeir svöruðu spurningu þess efnis að það væri ekkert sem benti til þess að Akureyrarbær væri að veita þjónustu umfram það sem beðið og það var ekkert sem þeir bentu í rauninni beinlínis á sem við þyrftum að laga en auðvitað það þannig í öllum fyrirtækjum og öllum stofnunum og öllum heimilum jafnvel og ekki síst hjá manni sjálfum. Það fullt af hlutum sem við þurfum að laga. En fyrst og síðast þetta verkefni sem snúa að ríkinu og efndum þeirra. Og að því að bæjarfulltrúi Gunnar kom hérna áðan upp og talaði það að við höfum lofað strætósamgöngu daginn eftir kosningar, þá ætla ég enn einu sinni að minna á það að bæjarfulltrúi Gunnar talaði ítrekað það fyrir kosningar að hann myndi ganga í það að snúa upp á höndina á ráðherrum og sækja hingað fjármagn. Það hefur ekki verið gert. Ég hef ekki séð neina liðsinni í þeim efnum.
Það verður allavega ekki borið árangur. Þetta er okkar allra brýnasta verkefni samhliða þessari rekstrarúttekt. Það er að ná í þetta fjármagn sem okkur ber. Og það er verkefni okkar allra saman, en ekki bara meirihlutans. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Jón Þorvaldur, bæjarfulltrúi. Forseti, kæru bæjarfulltrúar. Ég tel mig þokkalega töluglöggan mann, en ég hef hins vegar ekki farið að kafa ofan í þessari bæjarreikninga, eða reikninga bæjarins. Þannig ég ætla að tala aðeins almennt hvernig ég sé þetta úr fjarlægð. Ég sé niðurstöðuna og ég spyr mig, er staðan slæm? Ef við tökum frá þennan einskiptis gjörning með Þeistareiki, þá er þetta tæpar 200 milljónir plús á A og B. Er það slæm staða? Verðum við einhvern tímann í góðri stöðu? Eru sveitarfélögin einhvern tímann í góðri stöðu? Ef þau væru í góðri stöðu, þá kæmi strax krafa ennþá meiri þjónustu sem þau verða að svara. Ef við fengjum það tilboð að næsta ár yrði líka 200 milljónir plús, eða árið þar og eftir, eða þriðja árið þar og eftir, myndu við taka því boði núna, eða telja okkur geta gert betur. Ef vandamálið er að þetta þurfi að vera innan A-hlutans en ekki í samstæðunar sem er á B-hluti, og þá gætum við náttúrulega fært þar eitthvað á milli. Við gætum hækkað hérna fasteignagjöld og lækkað rafmagn og hita á móti, komin nánast á svipuðum stað. Þeir sem eiga húsnæði, þeir þurfa að hita það í þokkalegu hlutfallið hvað er stórt, og það er líka borgað að þeim í hlutfallið hvað er stór fasteignagjöldin. En við varum sjálfsagt á sama stað, en þóttu við varum komið með aðeins breyting á milli A og síðan samstæðunar. Nú rekstur sveitarfélags, hann verður alltaf erfiður og við verðum alltaf að vera á tánum, og það er eðlilegt að það sé halli í hallari. Helst þurfum við að vera í fjárfestingum þegar það er hallari. Við þurfum að reyna að fara á móti hagsveiflunni. Ef að næstu ár verða í framhaldi af þeim sem hafa liðið að hagvöxtur er dálítið góður og það verði jafnvel töluverð þensla, þá erum við í þeirri stöðu að þurfa að skila plús að mínum dómi. Og við þurfum að draga úr fjárfestingum þá. Og staðan er góð hvað það varðar til í að það er ekki aðkallandi einhverjar gríðarlegar fjárfestingar á Akureyri. Það þarf að fara í skólpið, en maður sé ekki fyrir sér að þurfi að fara einhverjar gríðarlegar fjárfestingar í skólum eða slíkum framkvæmdum. Aðgerðahópurinn, hugsunin á bak við aðgerðahópurinn er mjög eðlileg og mjög góð. Þetta er náttúrulega verkefni okkar allra, allir hérna inni vilja reka bæinn vel, og það er þá spurning hvort það hefði þurft að stofna þennan aðgerðahóp, hvort þetta hefði ekki átt að bera bara aukafundir í bæjarráði. En ég hef vissar efasemdir samt þennan aðgerðahóp, því að þar eru menn að skoða eigin verk og finna einhverja nýja vinkla eigin verkum. Ég hugsa að það hefði verið betra að fá utanaðkomandi til að skoða þetta og fá þá nýja vinkla. Síðan hefði við getað tekið afstöðu til þess hvort að þeir væru góðir eða slæmir. Svo er hérna talað um söguna og við gerðum svona þarna fyrir 5 árum eða 10 árum eða eitthvað slíkt. Ég segi bara, hættum að miða við árin 2004 til 2008. Það voru bara froðu ár. Við vorum að taka af velferð framtíðarinnar sem var engin fótur fyrir. Þannig ég held við ættum ekki að miða þau ár. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, það kannski að leiða mig til að bregðast við þessu sem Jón Þorvaldur kom inn á. Varðandi er staðan slæm. Það er eins og þannig að það er lögbundið að vera með jafnvægi í rekstri A-hluta,
og það er það sem að menn munu horfa til. Þannig að sem sagt, þess vegna erum við í rauninni þessari vinnu að hlutin þarf í rauninni að vera með jafnvægi á 30 ára tímabili. Það er þess vegna sem við erum að reyna að koma því. Varðandi tilfærslu milli Norðurorku eða B-hluta fyrirtækja og síðan þá A-hluta og þá aðalega Norðurorku eins og þú nefndir, að það vissulega hefur við skoðað ýmsar leiðir, hvað og þú talar til og með þess að hækka fasteignagjöldin og lækka hita og rafmagn. Það er sko, við erum líka að pæla svolítið í því að Norðurorka er til að mynda að fara í stórar og miklar framkvæmdir á sviði hitaveitu. Við þurfum í rauninni að fara í, hér skilst mér, tengingar við Hjalteyri, er það ekki rétt hjá mér, sem að kostar miklar. Við þurfum að stækka rörin frá Hjalteyri til að geta flutt nógu mikið í vatn og þetta kostar mikla peninga. Við erum í dag með meðal lægstu í hitaveitu á landinu, þannig að það svigrúmið er ekkert sérstaklega mikið ef við ætlum að láta Norðurorku sjá þetta. Rafmagn er lögbundið, þannig að við getum ekki átt við það. Þannig að þetta er ekkert alveg svona ofureinfalt sko. Þannig að en við svo sem höfum skoðað ýmsa og við höfum verið að skoða þetta og velta þessu upp, þannig að það er ekki sagt að við höfum ekki gert neitt í því. Varðandi fasteignir og framkvæmdir, það er rétt sem þú bendir á, við höfum framkvæmt mikið og vissulega væri það gott ef við þurftum ekki að framkvæma. Hins vegar náttúrulega má kannski segja þær stóru framkvæmdir sem við stöndum fram með fyrir á næstu árum í rauninni ekki beint ný framkvæmdir, heldur hreinlega bara framkvæmdir sem snúa að því að viðhalda fjárfestingunni, en þó það mikla endurbætur að við getum verið að tala um fjárfestingar. Ég nefni sem dæmi, ég meina við erum að fara núna í fjárfestingu sem erum í Skautasvellinu sem var ónýtt og þurfti að ráðast í. Ég meina, það er líka, við getum líka tekið ákvörðun bara að gera ekki neitt. Við erum að fara núna í útboð á þessum dögum held ég, bara í gervigrasi á Boganum. Þetta eru framkvæmdir sem við getum ekki hort framhjá. Þannig að það er ýmislegt svona sem við þurfum. Við skal ég segja, erfðum hérna eitt stykki rennibraut í Sundlaugina sem var frá fyrra kjörtímabili sem við þurfum í rauninni að vinna úr. Þetta kostar allt peninga. Og ef við ætlum að fara að gera eitthvað svona, þá skal ég segja, þá er það dýrt, því miður. En þannig að það er líka það sem að því að við töluðum allar þessar framkvæmdir og þú vilt kannski ekki fara í fróðu árun 2004 til 2008, þá var það þannig að við byggðum mikið upp og mikil uppbygging kalla líka á framtíðar viðhald mikið. Þannig að þetta er svona, en ég ætla ekki að gera lítið úr því og ég ætla bara að vera stoltur af því hvernig samfélag við byggjum hér á Akureyri. Við skulum líka halda því til haga og hér höfum við allt til alls. Ég ætla ekki að nota slagorðið sem að menn notuðu þarna á árunum sem við vorum að tala um áðan, af því að það voru að fara að núa mér þujum að sér, en ég held að samt að við eigum hérna miklu betra samfélag og ég hef trú á því að okkur takist nú að rétta olíuskipi við. Varðandi aðgerðahópinn þá er það nú einhvers síðu þannig að við erum í rauninni, þetta er nokkurs konar aukafundur í bæjarráði, þetta er sama fólkið, þetta eru oddvitarnir sem sitja á þessu fundi, hins vegar köllum við þar til fjármálastjóra með okkur, ásamt þess því að við höfum fengið utanaðkomandi aðstoð til að hjálpa okkur. Já, þannig að sem sagt, við erum í rauninni að gera hlutina svolítið öðruvísi, þetta er ekki bara bæjarráðsfundur, þetta er samt sami hópurinn sem slíkur og við erum að fá utanaðkomandi aðstoð. Og ég held að, við skulum bara minnstu vona það að við fáum góðar niðurstöður í þessu. Það kom einhverjana áðan að við varum í rauninni, ég held að vera bæjarfulltrúi Eva sem talaði um það í rauninni að það þyrfti að brjóta upp hagræðingarnar. Það er akkúrat það sem að aðgerðahópurinn er akkúrat að horfa til. Við erum í rauninni að segja að við þurfum að gera strax eitthvað, svo gerum við upp á næsta ári og þann næsta. Þannig að þetta sé í rauninni ekki, við erum ekki að gera alltaf á einu ári, við erum að reyna að brjóta upp, þannig að þetta svona kannski verði líka mildara, þetta verði bara renni svona inn í rekstur bæjarins og menn verði kannski ekki mikið var við það. Það hefur kannski verið til með síðu umræðinu hérna að við erum að, það er ekki leyndarmál, það hefur til að mynda það hefur verið stemt að því að loka Hlíðarbóli, leikskóla, það er ekkert auðveld ákvörðun en það er aftur á móti í samræmi við það að það er fækkun á leikskólabörnum og þetta er ákveðin hagræðingaaðgerð sem að nýtist okkur þá í rekstrinum til framtíðar. Auðvitað þurfum við síðan einhvern veginn í framtíðinni, það er að segja 2018-19 að fara að huga því að hvernig við ætlum síðan að skoða leikskólamál almennt í bæjarfélaginu og þá kannski kemur til greina
að staðsetja leikskóla í því hverfi sem Hlíðaból í dag sem við erum að taka leikskóla frá. Þannig að það ýmislegt svona sem við þurfum að pæla í og það kemur vonandi það að kemur þá kannski til kasta þáverandi meirihluta að eiga við það. Bæjarstjórnar að eiga við það, en þetta svona erum við kannski að leggja plöni fram. En ég veit ekki hvort að ég held að allir séu búin að tala svo oft þeir geti ekki komið upp aftur, en ég vil bara þakka fyrir góðar umræður. Þetta nú bara, skal ég segja, þetta nú þannig að ásetningurinn hérna til fyrri umræðu og við tökum hann til umræðu aftur hérna í byrjun maí á milli þess sem að bæjarráð ræðir reikningin. En takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Njáll Trausti Friðbertsson bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er ekki kannski lengi þetta neitt svakalega mikið núna en eitthvað. En skýrslan sem var gefin út vegna öldrunarheimilina núna fyrir part árs, það kemur meðal annars í niðurstöðum að þurfi frekari greiningar varðandi öldrunarheimilin og reksturinn. Erum við að gera eitthvað í því máli eða bara erum við að bíða eftir að semja við ríkið eða hvernig ætlum við að fara að þessu sko? Það sem að kannski að einhver leyti okkar sök kannski sem að maður bent á áður hérna og gerði 2010-11 þegar vorum að fara að byggja lögmannshlíð, þá hafði maður áhyggjur af rekstrarkostnaðinn vegna hönnunar á bygginguna á seinni stigum sko. Það er svoleiðis hlutir held ég sem menn hafa verið að taka undir raunverulega. Og þetta reyndar almennt held ég það sem að bærinn að byggja húsnæði undir sína starfsemana að það hefur kannski alltaf verið hugsað mikið varðandi rekstrarkostnaði hvernig það standa honum. Og kannski lögmannshlíð á sín tíma var eitt besta dæmi það. Og ég held að það sé alveg orðið viðurkennt í dag. En auðvitað hefur við að sækja á ríki og allt það. Það er rétt að kannski það sem að, og þá spurning hvort það sé konar eitthvað frekari greiningar á þessu varðandi öldrunarheimilin. Þetta er stór liður hjá okkur. Það sem að bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur kemur inn á varðandi heita vatnið og rafmagnið, þetta er nú lögbundi hvernig má eiginlega verðleggja raforku í landinu í dreifingunni og til fólks. En það þarf líka, það er ýmislegt varðandi heita vatnið sem við þurfum að gæta þegar við erum að verðleggja það. Og verðleggja heldur ekki að lágt, bara með almennt bara bruðl og annar. Og síðan, eins og gerist núna á síðast ári, og þetta er ekki segni leyndamál, þetta er komið fram, að Norðurorka seldi að með minni 8-9% meira að heitu vatni heldur en ára undan. Það var kalt ár. Og það sem við reiknum kannski með að þyrfti að koma inn í fjárfestingum, svona miðað við 2% aukningu á kannski 3-4 árum, að það fór alveg upp að því vegg með þessu. Og þetta er nákvæmlega sama þú ert með verðlagninguna, þú ert svolítið að stýra notkunni. Ef þú getur þar getur ákveðið hægraði því að fara seinni í fjárfestingarnar, en með því kannski að undirverðleggja eða verðleggja lágt, þá ertu raunlega flýt ákveðnum fjárfestingu sem þú eru að fara í á kerfinu vegna þess að þú er að bruðla. Og þetta er umtalsvert atriði hjá Norðurorku, en það er ekki rétt að geta þess að í dag þá er Norðlenska alveg í botninum í verðlagningu á heitu vatni. Og þetta hefur nú rætt hérna áður. Ef þetta væri í lágmarki, sko, að þetta er alveg í kjallaranum í verðlagningunni hérna á Íslandi. Ef þetta væri, ég hef sagt hérna, þegar ég byrjaði að leigja sjálfur 91, þá borgaði maður 113 krónur þá fyrir tonnið, rúmmetra. Og maður borgar minna í það í dag heldur maður gerir þá. Ef maður væri að borga sem sagt 91 að raunvirði framreiknað, þá minnir maður þessi talan væri 360-70 krónur. Bara til að benda á hvað þetta er mikið kjarabót sem er orðið til í þessu á 25 árum. Þetta er alveg lygilegt hvernig þróun hefur verið. Þannig að þetta er, og ég vil bara segja varðandi Norðurorku, við þurfum bara að reka Norðurorku sem fyrirtæki, sem rekur sig á eigin forsendu. Mér finnst að það bara gefist mjög vel í þessum rekstri sem hefur verið. Pólitíkin í bænum er alltaf að tala um hitt og þetta, þannig að Norðurorku gera hitt og þetta, en það þarf að leyfa líka fyrirtækinu svolítið bara þróast eins og við getum verið mjög ánægð með hvernig þetta hefur þróast á undanförnum árum. Reksturinn. Svo langar mér rétt að spyrja bara einu, fyrst að við glemdi því bara áðan, varðandi
Við vorum að ræða hagræðingar og annað og við talaðum umræðum Sunnuból og Hlíðaból og leikskólana. Það þessi munur á, er ekki rétt munur að Sunnuból á sínum tíma, þá var tekin stefnumarkandi ákvörðun í bæjarstjórn það að loka Sunnuból. En ég held en núna virðist vera ekki varðandi Hlíðabólin að það hafi verið tekið fyrir í bæjarstjórn formlega, sem stefnumarkandi þáttur á vegum bæjarstjórnar, ákvörðun að loka leikskólanum. Þannig að það væri þá fróðlegt bara hvaða viðhorf meirihlutin hefur á gagnvart því fyrst við þetta kom upp áðan að bara fá það fram hvernig menn er þetta eðlileg stjórnsýsla svona miðað við hvernig við höfum staðið að málum hingað til varðandi Hlíðaból fyrst við ekki minnst að gera þetta með sambærilegum hætti eins og Sunnuból kom til á sínum tíma. Og við erum mögulega eftir að taka það bara seinna varðandi hvað var byggt á sínum tíma og í svona umræðu þá væri alltaf bara gaman hverju áttu menn að sleppa, hvað var það sem menn ætluðu þá að hvað var byggt sem átti ekki að gera í samt einsetningu skólana eða íþróttamannvirkin eða hvað. Þannig að þetta er svona mikil umræða og gott í bili. Bæjarfulltrúi Jón Trausti Friðbjörnsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að árétta að þótt ég hafi nefnt þetta sem möguleika, þá er ég alls ekkert viss að þetta sé skynsamlegt. Og ég er mikill áhugamaður minni sóun og lægra orkuverð klárlega leiðir til meiri sóunar. Það er hugsanlega samt hægt að fara í einhverjar kerfisbreytingar sem koma veg fyrir það, eins og svona fyrstu tonnin sem þú kaupir heitu vatni sé á lægri verði heldur en einhver síðari og ef þú ætlar að sóa þá er það á hærra verði heldur en miðalverði. En ég vildi bara þetta kemur fram. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi. Fyrst bara ágætu bæjarfulltrúar, maður var ruglaður, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ekki bæjarfulltrúi. Kannski aðeins fyrst að Jóni Þorvaldi bæjarfulltrúa að það er bara ágætt til að menn velta upp svona steinum. Hann er að koma, eins og bentir réttilega á að þú ert að koma hér inn í fyrsta skipti í bæjarstjórn að ræða ársreikning sem vorst ekki búin að leggjast í tölunar en það er fínt að fá svona menn er að þá það er að gera að vera frjóir í hugsun og velta fyrir sér möguleikum sem við endilega getum skoðað og ég ætla að vona að ég hef ekki virkað eitthvað dónalegur í því að ég var eitthvað að tala þetta niður í en mér finnst bara mjög gott þegar menni eru með hugmyndir. Reksturinn á öldrunarheimilum, já, við erum að láta skoða. Við ákvaðum bara að ræða við þá aðila sem að gerði úttektina á sínum tíma og báðum að fara í þetta vegna þess að við ætluðum að fara að ræða við ráðherra líka daggjöld og aðkomu ríkisins að þessu og þá töldum við alltaf frálegt annað en að við líka skoðuðum okkar eigin garð og veltum fyrir okkur hvort við getum gert eitthvað öðruvísi. Þannig að það er verið að vinna í því. Ákvörðun Hlíðarból sem að rættur það er mikið rætt að nú er það aðeins þar ég alltaf mér. Sunnuból, hvenær var ákvörðunin tekin og hvaða ári var það tekið 2012? Var hún tekin í bæjarstjórn eða bæjarráði? Bæjarstjórn. Í fjárhagsárunum. Sérstaklega, ok, fyrir ekki en hins vegar er það þannig að þetta er bara, við erum að spjalla saman hérna, hins vegar er það að mínum mati þannig að ákvörðunum Hlíðaból er náttúrulega ekki þessi eðlis að það er mínum mati skólanefndir hefur fullnaðar afgreiðslu, það er verið að leita sparnar og hún tekur þessu ákvörðun. Þetta er ekki svona, það er ekki verið að taka þannig ákvörðun að mér finnst þetta í lagi að taka þetta innan skólanefndar. Og síðan á líka eftir að koma og svo er þetta inn í aðgerðahópnum líka þannig að þetta hefur verið rætt þetta er ekki eins og sé að koma okkur kalda þannig að nú erum farin að ræða bara svolítið saman þetta er búið skemmtileg umræða en ég held að þetta hljóti að vera lokin. Þakka ykkur fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Já, orðið er laust. Ég var nú að velta það fyrir mig að fara upp en ég ætla nú að bara bíða með þangað til í annarri umræðu. Herðu, það liggur fyrir hérna sem sagt
tillaga að vísa ársreikningi til bæjarráðs og síðar umræðu í bæjarstjórn og það þarf að greiða atkvæði um það. Þeir sem geta samþykkt það, vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrá tæmd og raun og veru er bara eftir fyrirgefiði fundagerðir, eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 7. til 14. apríl 7. og 14. apríl 2016, atvinnumálanefnd 6. apríl, bæjarráð 7. og 14. apríl, íþróttaráð 7. apríl, kjarasamningsnefnd 5. apríl, samfélags- og mannréttindaráð 14. apríl, skipulagsnefnd 7. og 13. apríl, skólanefnd 11. apríl, stjórn Akureyrarstofu 4. apríl, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 8. apríl, umhverfisnefnd 12. apríl og velferðarráð 7. apríl. Og hægt er að nálgast fundagerðina á heimasíðu bæjarins. Þá segjum við fundi slitið klukkan 20:16.